Fjögur, það föstudagurinn 10. maí og FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan yndislega föstudag. Auður Blöndal heiti ég og hef sjaldan verið að peppa fyrir að vera hérna í stúdíónu því að ég er búinn að vera í smá fríi og þegar maður fer í nokkra vegna frí frá sem þætti þá kemur maður svo endur nærður tilbaka að ég er búinn að telja niður í þáttinn. Við erum ekki með fullan bát eins og ég lofaði síðasta, föstudag í fyrsta innkominni því að Steindi Junior var dreginn í tökur aftur en litli bróðir þáttarins kemur í hans stað og hann heitir Rikki G. Richard G. Verður velkomin Rikki. Takk að kellaði fyrir, heiðurinn er minn. Já, það er, þetta eru ekki tastlög skiptið þannig að ég fíla á sér þetta með okkur. Já, ég er í gír í dag. Það er gott að heyra, ertu ekki alltaf í gír? Jú, ég er í ekstra miklum gír í dag. Já, ég hef ekki oft séð þig fúlar Rikki, ég verð að gefa þér það. Nei, ég er... Jú, einu sinni þú varst á þessum brennslutöpum sem að fóru gjössanlega með þetta í skossalnum. Já, ég viðurkenni það, var tæpur þá en þá var ég eitthvað svona keypt undir borðið held ég. Nei, það var nú eitthvað ekki gert það en hérna, það voru erfiði tímar, það var mikil skurður þá og en ég er ekki á þeim í dag og ég er farin að borða svona sem maður og ég líður mjög vel. Það er gott að heyra við hliðina á honum í sínu sæti ég ætla að fara svo langt að kalla það fyrirliða þáttarins Egill. Wow. Egill Einarsson, Gilsinn, hvernig ertu? Ég er bara líklega ekki verið betri. Fyrirliðin er góður. Já, það ég var að fyrirlið í dag. Ég er að spá ég að bara kalla þið fyrirliða þáttarins. Ekki það. Ég meina, þetta er minn fyrirlið. Great honor. Takk fyrir mig. Þú stendur pliktin alltaf þétt með bandið á þér meðan við erum kannski tökum með það. Já, ég mista síðast þetta út, ég var í the hellhole. Herðu, ég ætlaði ekki að setja byrjum á því. Þú ætlaði að hætta að kalla þetta hellhole. Mér langar að spyrja. Þið náttúrulega, ég var með best of þáttinn síðast og ég hringdi Gilsarinn og þá var Gilsarinn að koma úr spæ. Þá var klukkan í honum bara svona eitthvað hádegi og ég spurði hvernig hann vakna klukkan 8 morgunin og fór í ræktin. Já, mjög gott spaðana. Reyndar þegar klukkan 8 í honum og þá er komið hádegi hér, þú var 8 á því. Já. Þannig að hann er búinn að sofa vel út. Sko, mér langar að spyrja hvað töpuðu miklum peningum? Í Atlantic City? Já, ég tapaði ykkur svona $500-600 cirka. Ekki meira? Nei. Er það ekki bara frekar vel sloppið það? Jú, aldrei sem vann, blöð var 200 upp sko. Hæ? Já, enda fegstu engan reyðan blöð þarna. Jó, fyrstu tökulni var hann blöðreiður sko. Nei, fyrsta kvöldi kannski aðeins. En það var að því ég læstist út að herbyggja. Hann kallaði starfsmann Dickhead í hótelinu. Það var ekki Það vel reyður það sko. Það var ekki að því ég var að tapa í kasino. Kasino blöðinn? Já, hvað heldur þú það? Hann kallaði starfsmann Dickhead. Það var að því ég læstist úti og ég var ekki með my ID og ég var ekki með einn skilríki og öllum hótelum sem ég hef verið á bara á ævið minni, hvað þá í Bandaríkjunum þar sem að sko allir eru svo kurteisur og hjálpsamir einhvern veginn og ég er að segja við Gauri bara, herðu, ég er í herbyggju 18-17 og líkillinn er inn í herbygginu og hann bara, I need some ID sir, ég er ekki með það, þau er inni þá get ég ekki gert neitt fyrir þau, enginn að svara í síman því að bara spilafíkillinn ég var náttúrulega einn eftir niðri allir farnir að sofa og ég var að verða geðveikur. Og kallar hann Dickhead? Ég kallaði hann Dickhead, já, ég sagði samt sko, ég sagði, you're a Dickhead og hann bara, what did you just call me? Og pían sem var við hliðin á honum, hún var með mér í liði hún sagði bara, just go sit down sir, he's not gonna budge. What did you just call me? Já, ég er gaman að þessu. En það var ekki að því að mér gekk illa í kasínun, það var bara því að ég var læstur úti. Hvað gamla eru framöndi morgni bara alla dagana? Nei, ekkert alla dagana, ég var svolítið spenntur þegar ég kom. Þetta var tekið fyrstu 2 dagar þegar hún var voru harðar enn síðustu 2. Já, það var svolítið þannig. En ég heyrði það út undan mér eitthvað að þetta hefur bara verið svona æfinga og sveppferð hjá þér. Nei, ég bara, sko, mér veist dagdrykkan skemmtilegt. Ég elska bara að sippa yfir daginn en sko, minna svona einhvern veginn að hafa nóttina. Egill er ekki, sko, jú, ég ætla að umorða þetta. Egill er sami spilafíkillinu við nema hann hefur meira gaman að veðja á fótboltaleiki og Eurovision og eitthvað svona. Í sportsbetting, I love that shit. En hann er ekki jafn grimmur og við borðin sko. En er samt ekki eitthvað weird að vera í Atlantic City og þú ert komin í spa fyrir hádegi eitthvað Er þetta spa var geggjað? Já, spa. Hvað er það því að spaðin? Ég öfunda hann að því sko. Við Sveppi fórum ekki í spaði. Málið er með AC og út af því að ég ætla að vona að fólk var kannski að fylgjast með okkur félagunum á Instastory og eitthvað. Ég vona að þessi enginn að spá ég að fara á hann. Jú. Því ég ætla ekki að hafa það samvinskunni ef eitthvað trúðar bóka sig sko. Það eina sem þú getur gert þarna. Er það hægt þessu? Þetta er gamla á búið. Þetta er frábæð borg. Er þetta ekki risa borga? Þetta er bara hellhole. Nei. Að hvaða leiti? Að hvaða leiti? Ok, segjum við að gera eitthvað annað en að sitja við blackjackborð. Þú getur það ekki, það er ekki hægt. Fóruð við ekki upp á bakka? Ég sá myndir af okkur á okkur sundlaugabakka og horfa okkur leik, þetta lukkaði helviti. Já, bara hárrétt. Bakkinu og hótelinu lukkaði vel en þegar kom smá sunshine, ég veit ekki það. En ég meina þú getur ekkert gert það, þetta er bara, það er ekki einn maður að vinna þarna.
Ha? Það er alltaf bara Já, það er- aturleysi 90% og það er allt í abaskipti. Nei, það er ekki, það er 37% atvinnuleysi sem er helviti hátt en Ég verð samt að það er ekki eins og við séum eitthvað Ég verð samt að spyrja leita okkur að vinnu, við erum bara að hafa gaman að Ég verð samt að spyrja einu Einn af mínum uppáhalds King Sveppi var þetta með ykkur Minn draumur hefur verið að ferðast eitthvað með Sveppa því ég hef heyrt sögur Hversu skemmtilegur svona frá 1 upp í 10 var Sveppi í þessari ferð? Sko, ég veit ekki hvort ég það verður ekki dreifir Hérna, ég get sagt það fyrir okkur alla 10 Fyrir gaurinn fyrir framann í vélinn og leiðin út 0 Það var Kani sem var ekki sáttur við Sverrir Þór Sverrinsson Hann er ekki Sveppa Hann snýri sig við Jú, Sveppi sátti bara 2 sér sko Við svissum sætum að því við gátum ekki setja allir saman 2? Hvað voruð þið í saga? Já, þeir voru sagði ég var í Monkey. Nei, það var Ég satt í Monkey. Sveppi var uppgreitaður og þetta er ekki, ég ekki snobbið mér og Sveppi, ég fór og hann kallaði eitthvað á mig, ég sagði þetta með honum Gaurinn, fyrir framann hann, þegar við lendum Ég hef aldrei séð einn Kana, ég pyrra hann og neitt manneskum Hann bara, what the hell is wrong with you? Og Sveppi bara, what's wrong with me? What do you mean? Ég eitthvað Sveppi slagaði, hann bara, hvað er að hann? Hann eitthvað, you are so loud and you're so rude Og ég bara, I'm sorry Og ég var eitthvað svona að reyna að draga í landi I'm sorry about that, we're just going to Atlantic City to have some fun eitthvað Sveppi bara, what the fuck do you care? Og hann var alveg sama Og þess að ég setti þetta á Instagram í daginn eftir Hverjum mér ekki drullu sama er lína sem að Sveppi nota svona 10 svona dag í svona ferð Þessi gæði vissi ekki að hann drull yfir The Legend Mushroom. Og versta við það er ekki þannig Er ekki ómögulegt að láta Sveppa heyra það því að honum er nákvæmlega sama Já, það er ekkert að rífast við Sveppa, þú tapar því alltaf sko Það er alveg sama hversu gróft þú talar Getur ekkert ekki rivildu við Sveppa. Þeir eru alltaf að pakka saman, saman gott góður í kjaftinum. En ég hef aldrei hlegið mikið á æfinu og eins og í limminu og leiðin yfir og við kannski förum ekkert nánar út í það hvernig þessu ferðu að En ég hef alltaf ekki hlegið mikið á æfinu minni að Mushroom í þeirri bílferð. Var hann fyndnastur í limminu eða? Já, ég get ekki Það er alveg sama hvern þó þú er hent Jim Carrey hérna í limminu, hann er ekki toppað hann sko Við getum ekki rætt hvað það var Ég get ekki sagt hvað Sveppi var að gera En sko, það er að finna sitt sér En sko, Sveppa til varnar að þá, við vorum bara 2 að spjalla það var ekki eins og maður að hrista sætið hans eða neitt að gera neitt við gaurinn bara hávær við vorum bara leiðin til New York að fara að skemmta okkur og menn hinn gaurinn var inn að leggja sig og lendi bara fyrir framann hall og latta því niður sko það var svolítið þannig Það með Sveppi basically gerði ekki neitt Nei, hann var bara að skemmta sér En já, nóg af AC En ég var ein Sveppa sagði bútt sem leggjum við það niður Eftir fyrsta daginn fór ég niður í morgumat og fekk mér steik og egg í morgumat Steik og egg sem er ekki eðlilegu morgumat Ég hugsaði, fuck it, ég er í AC Úrt í fríi Kemur Mushroom á chati, hvar eru þið? Erum mæna á, veitingastöðinu niður hérna Kemur inn eins og the dude Sko, hann var svona náðist í slopp og segja hélt hann á viskiglasi með svona dreyti, lappað inn á veitingastað með viskiglas, ég bara guðmingóður, hann verður stoppaður hérna og lappar ekki inn á veitingastað með viskiglas settist niður, skellti í viskiglas svona borði, hvað segi og bara góður, hvað er hann að gera í dag? Hörðu þá hélt hann að klukkan verið hádegi og hann var 8:30 Bittu, sem leitur á síma, bittu, hún er hádegi það ekki? Nei, hún er 8:30 Ok, tók svo bara viskiglasinu og hélt áfram með lífið sko Já, hann var á íslensku tíma En Ég veit, mér langar svo að drekka viski, ég er ómikið auðmikið Já, sko, mér langar að læra það líka Ég öfunda Já, æli, ég tek bara 1 sopa viski og æli, það er mikið auðmikið Þeir segja að það sé samt að sama með viski og rauðvín að þú læra að meta Þú veist, mér fannst rauðvín ekki gott fyrstribir að drekka Ég dýrskaði þetta Maður þarf einhvern veginn að bara Viski er bara svo von Það er samt einhverja nýrnabilinu og tekur sopa viski sko Það þú tekur sopa Nei, ég held að sleppa alveg einn og einn sopi sko En við erum með rosalega þáttandikur í dag Það er hvor ykkar hér eftir smástund sem er nýjasti liður F95 blöð spurningakefni Gilsarans, hvað ertu með þar? King of Samlíf Já, það verður eitthvað ógæslegt Við erum, Rikki, þú ætlar hindi að augljósvara því að við heldum að Steindi yrði hérna Já, ég ákveða að semja þær bara í gær og ég hef viðurkenna það, ég tók mig langan tíma af því ég ætla að fá alvöru hlátur Ég líka lofa þér að ég myndi peppa það núna Svo erum við, þetta eru bara myndir fyrir cash, þetta er hvort myndir frekar, þið kannist við þetta við erum í gýr, vonandi það er föstudagur, þetta er fyrsti þátturinn minn já, bara á þessu sumri og við ætlum að byrja hann á In My Mind hérna hefðið með þessa veislu Hrigalega flott lag hér In My Mind og já, ég er ekki komið leiða kannski þið konum með leið á sér lagi, drengir það? Nei, mér finnst það fínt Já, ég er að fíla Flyttist ekkert í
Þú átt að spila það, en ég væri til í Buttercup í dag. Nú, hvað lag með Buttercup myndir vilja? Endalösa Nætsur. Ég peppa Gilsana þar. Er það í kerfinu, nú spyr ég bara. Ég held það. Er það? Já. Ok, ég var til að setja pening as a gambling man, ég var til að setja ágætis pening undir að það er ekki búið að spila í svona 10 til góð 15 ár. Það getur reyndar velverið. Nei, ekki? Jú. Hvað sagður, Endalösa nætur? Já. Skal skoða, að því ég er svo geggjuð skapi. En þá var það ekki stuðlag. Þú vorst að velja. Er það ekki stuðlaði bara? En ég fæ hattar á það Eurovision á þriðjudaginn. Já, færi hattara. Thank you. En það komið að slúðri hér í FM 95 blöð og ég er með fínasta slúður handa ykkur drengir. Þó ég segi sjálfur frá, en það er búin að vera í smá pásu og laði metnaði slúðurinn núna. Hver Stephen Baldwin í því? Nei, hann er ekki. Sem betur fyrir. Ég er meitt sem er actually svalarinn hann. Keanu Reeves. Það er ekki, ok. Jú. Hann er í slúðurinn í dag en Er ekki að koma hérna John Wick 3 eða? og ég get ekki beðið eftir hann. Fyrstu 2 myndinar eru bara með betra sem ég séð. Þú átt blöðmynd með Keanu Reeves eða ekki? Jú, Hvað er svo mynd? á Instagraminu á mér. Hann Er hoppaði það á myndaðir með honum eða? Rosalega mynd. Hann hoppaði á hann og segi Keanu, huge fan, can I have a picture? Yeah, sure. Reyndar, manstu hvað Sveppi kallaði Keanu Reeves í Atlantic City? Kenju. Kenju Reeves. Hann var að reyna að bera nafnið hans rétt fram. Það var ekki Við hlóðum þess alla ferðina. Herðu, hvað heitir það áttur hérna Kenju Reeves? Hvernig var það? Kenju. Já, þá vorum við mitt að segja frá þessari sögu hvernig svo mynd var til. Herðu, hann er að leika mitt í John Wick 3 sem er á leiðinni og leikur þar á móti Halle Berry sem er sennilega hugulegasta kona allra tíma. Rikki hefur hist sig yfir henni. Herðu, jæja, aðeins svo mikið upplýsingum. En hún samt ekki á hún 60 eða? Nei, hún hefur bara aldrei litið vel út. Hún hugsar vel um sig. Já. Kennitalan skiptir ekki máli, hugsar vel um Rikki. Það er hárrétt í það reyl. Og það er að tala um að þau séu að slást í saman. Að þau séu bara nýjasta pari í Hollywood. Halle og Kenju. Já, Halle og Kenju. Þetta grínast það. Það væri rándýrt par því að Geggjað. huge fan af þeim báðum. Og það er líka oft talað um að Keanu Reeves sé einn indalasti náingin í Hollywood. Af því að hann hugsar ekkert um pening. Og til dæmis fyrir 3. Matrix myndina þá gaf hann öllum auka starfsmönnum myndarinnar peningi sinn, hann átti að fá ykkur $70 milljónir. Það fór allt í special effects liðið, make-up liðið, bara fólkið sem fær minnstu launin. Þannig að þetta er einhver algjör gullamanni. Þetta er mesti gullmól í heimi. Þannig að ég bara vona þetta sé satt, já, þau voru flott saman með. En ég byrjaði að meta, sáuðu myndina Monsters Ball með Halle Berry og Billy Bob Thornton. Já, mjög góð mynd. Þetta er góðskarinn fyrir hann. Já, var það ekki atrið sem Rikki var hefina á þar? Það er eitthvað svakalegasta kynlífsina bara allra tíma í bíómynd. Já, með henni og Billy Bob. Já, það var mjög kynþokkavilt. Rikki var hefina henni. Rikki er alltaf í þessum atriðum. En Kenju, hann hugsar vel um kassi sitt. Þessu, Nicolas Cage kefti eigu og kolkrabba þegar hann var a millionaire. Kenju bara heim og hún eftir svo silkist lagur. Hér eftir munum við alltaf kalla Keanu Reeves Kenju. Þökk sé Sveppa. Næsta slúður, það er David Beckham, en hann hefur verið sviptur ökuréttindum fyrir að hafa notað síman við akstur og þetta átti sér stað núna í nóvember á síðast ári, en það voru vitni sem að tilkynntu lögbrotið og hann fekk 6 punkta fyrir þetta og var með 6 fyrir. En náðist vídeo á hann? Nei, enga sannanir eða? Ég ekki samkvæmt þessu og fyrir utan það, hver klagar David Beckham? Maður spyrir, geti bara hringt í lögreglu og sagt þeir blöð var að keyra yfir rauðu ljósi eða þá bara hægt að taka þig og einhver Rambo. Ætli þeir að ekki fari bara í kamerur nálægt í það sem þetta gerðist og séð það þannig? Gæti verið. Já, hlýtur að vera, þú getur ekki. Er allt í nefnir glæpur að tala í síman undir stýrið? Já, það er glæpur. Það er ekkert allt í hennu, það er búið að vera alveg núna í nokkur ár. Það er ekki yfirleitt bara 5.000 sekt. Nei, hún komið í 40.000. En maður sviftur og tala undir síman? Nei, hann var með 6 punta fyrir, það fekk 6 punta. Hann var búið að taka fyrir áhraðan akstur líka. En í dag hérna á Íslandi þá kostar þetta 40.000. Ég er reglulega í símanum ég er að kera. Það er Þetta að segja þetta? Það er ekki til mynda mér í símanum ég er að kera. Hvað er ég sviftur eftir það? Nei, þú getur actually fengið núna bara 6 punta. Já, því þú varst að viðurkenna þetta shit kost heimskur maður. Hvernig hægt ég reyni að hafa þetta í lágmarki og yfirleitt því kannski ef ég er á götu sem er 30 km hámarksræði, ég hugsa, ef ég er að kera 30 get ekki verið í símanum. Ég get ekki skitið á mig á 30 í símanum. Nei, þá er þetta samt að hættilustu götu. En ef ég er á hraðbraut á 200 á autobahn, þá er ég ekki í símanum. Skilur þú munina? Nei, mér finnst það bara bæði að bitlust. En það sem ég meira pæli er þetta skellur ég sviftur eftir. Ég ætla að vona það. Ég ætla að vona að löggan sé að hlusta. En hvað
hver klaga David Beckham? Ég veit ekki hversu slæman hlut David Beckham þyrst að gera svo ég myndi ringja og klaga hann. Það er að vera eitthvað hræðilegt, berja barnið sitt eða eitthvað. Þetta er bara ugly protesters bothering beautiful people. Getur verið eitthvað pínuðan. Og talandi beautiful people, þá er lokaslúrið af Jennifer Aniston og Brad Pitt. Það er nú búið að ræða nokkur sinni hér í þessum þætti hvort þau séu bara að byrja aftur saman. Er Stóni að sokka okkur það? Nei, þau eru ekki að fara að byrja aftur saman. Okay. Þau eru bara vinir og Brad Pitt var mjög hneykslæður daginn þegar hann var spurður hvort þau væri að fara aftur saman. En það er ekki slúðrið mitt. Slúðrið er að nú var lífvörður Brad Pitt, hann Chris Herzog, og hann er búin að vinna með honum í mörg ár og hann vil meina að Brad Pitt hafi verið miklu hamingjusamari með Jennifer Aniston heldur nokkuð tíman Angelina Jolie og hann er að viðurkenna hér í einhverju viðtali. Það er hans persónulega skoðun? Já, sko, persónlega, ég meina, hann var í kringum hann á tímanum Var hann með minn í svefnherbergi eða? Nei, hann var á heimilinu þeirra. Ferðu alltaf beint í götturinn. Það er eins og ekki hugsa Já, maður heyri það. Nei, hamingjan kemur oft þar. En þau semst að hann vildi meina Brad Pitt og Jennifer Aniston hafa aldrei rifist en Angelina Jolie og Brad Pitt hafa bara rifist. Aldrei rifist, það er nokkuð spes. Ég held að Angelina Jolie sé vel erfið. Já, ég var alltaf tím Aniston, sko. Sammála blöð þar. Ég er hrifinn af þeim báðum. Já, það er líka hægt. Það er báða mjög góða leikonur. Það var geggjaða leikonar. En ég var alltaf að fíla allir með okkar kynnslóð sérstaklega, horfa allir á Friends Hún græti svolítið á því, hún Aniston. Þetta var slúðurpakki dagsins, þú voru ekki bara nokkuð sátt við hann. Þetta var above average gott. Above average gott, ég tek það hér eftir auglýsingar fyrir við hvor ykkar. 12,2 miljardar á stóra sviðin í Evrópu. 12,2 Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni. Alla föstudaga. Nauthóll býður upp á fjölbreyttan hádegis og kvöldverð. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. Vandaður útskriftafatnaður fyrir alla herramenn. Verslun Guðsteins, Laugavegi 34. Erðu, potturinn stefnir í 130 milljónum helgina. 1x2. Jack Rocks Radiohead í samstarfi við X977. Öll bestu lög Radiohead flutt af eðalhljómsveit með Eyþór Inga í broddi fylkingar. Tónleikarnir fara fram á Hard Rock föstudaginn 24. maí og Græna hattinum laugardaginn 25. maí. Við miða strax á forsölu prís á miði.is. Pieta-samtökin standa fyrir göngunni úr myrkrinu í ljósið í 4. sinn. Gangan er í minningu þeirra sem látist hafi í sjálfsvígi og til að efla von þeirra sem eigum sárt að binda. Gengið til styrktar Pieta-samtökunum sem bjóða ókeypis úrræði fyrir fólk í sjálfsvígshugleiðingum og aðstoð fyrir aðstandendur og þá sem mist hafa ástvini. Gangan verður aðfaranótt laugardagsins 11. maí klukkan 3. Í ár verður gengið á 4 stöðum: Reykjavík, Akureyri, Seyðisfirði og Ísafirði. Eigum stóra krana til leigu. Kraftkranar.is eða í síma 647 1400. Þú getur alltaf stólað á frábæra mánaðartilboði Iceland. Í maí farið meðal annars Coke og Coke Zero í dós á aðeins 79 krónur stykkið og Lay's Snack 6 tegundir á aðeins 219 krónur pókinn. Iceland, opið allan sólarhringinn. Veitingahúsið Matarkjallarinn. Lifandi tónlist. Matarkjallarinn, Aðalstræti 2. Matarkjallarinn.is. Fáðu frelsi til að vera skapandi. Landbúnaðarháskóli Íslands býður upp á vandað nám á sviði skipulagsmála og umhverfisfræða. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Á lífsins leið má alltaf búast við slysum eða óhöppum. Fortis fylgir þér alla leið. Club Solon is back. Happy hour í kvöld frá 22 til miðnættis. Dýrari típan. Ef þú ætlar að byggja sólpallin í sumar þá er betra að eiga góða sög. Nú er 20-30% afsláttur af öllum sögum í Bíkó. Hollur og hrikalega góður skyndibiti. Exo, Jóðarhúsinu og Smáralind. Líklega besti holli skyndibitinn á Íslandi. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. Syngja Calvin Harris og Rag & Bone Men hér í FM 95 Blö. Klukkan að verða 4:30. Við drengirnir þetta með ykkur til 6 og erum í Fantagís. Við ætlum að henda okkur núna í, svona nýjasta lið FM 95 Blö sem að heitir Hvor ykkar. Skemmtilegur. Já, ég er að fíla hann. Eru þið tilbúinir, drengir? Já. Hvað eru margar? Það eru 3 eins og alltaf. En gaman þú skildið spyrja. Var ekki viss? Nei, var aldrei viss í þessu lífi.
Hér kemur fyrsta Hvor ykkar þið betri mafjósi? Þegar nú vorum við í Atlantic City The Boardwalk í sandi þess eftir 2 kalda þegar ég var á The Boardwalk Al Capone var mikið þar Ég get verið örugur á þessu svari, það er ég alltaf. Þú þið betri mafjósi heldur en Egill? Já, bara svona 100%. Nú? Fyrir það fyrsta, þá er allir bestu bútleikararnir. Þau voru allir svona dökkhærðir og með smá bumb á sér. Þú heldur þið góði mafjósi að því þú dökkhærðir með bumbu? Ég er bara með lúkið. Ég er með smá bad boy lúk. Hann er reynda með það. Og ég er búin að safna smá hári og svona smjörgreið mér aftur á bak. Það myndi ekki snerta mig. Nó, það er bara þannig. Hann lúkar eins og Al Capone. Hann er alveg ég var einn svona kallaður Rikki Capone af félagunum. Ég held að Rikki myndi endast í nanosekundi sem mafjósi. Ég held að það er lamin svo harðfiskur fyrsta daginn sem hann er í það kæmist bara enginn að mér. Það er bara nákvæmlega þannig. Af hverju kæmist enginn að þér? Ég er bara í svörtum buxum, svartri skyrtu með axlabönd. Ég heldur ekki enginn lamið þó sett með axlabönd og hatt. Hvað er þetta? Ég er með lífverði blöð. Egill með eitthvað strípur. Hann er bara tekin úr leiknum bara til 3 mínútur. Ég held að Rikki hafi ekki ég er búin að stúdera bútleikara. Bútleikara, þú ert ekki að fara að selja áfengi. Það er löglegt í dag, þú veist það. Já, ég er bara mafjósi. Ég er að tala um þetta. En þú átti á því að það má selja áfengi. Já, ég veit það. Þú selur ég og bara. Og það er kannski, það er banna. Ég meina, ég er búin að stúdera mikið Al Capone. Ok, en bara svo vita, ég spurði ekki hvor eitthvað lítur út eins og mafjósi. Hver er betri? Já, hvor er þið betri mafjósi? Egill Á kemur þetta svona í people skills. Já, Egill Hvernig byggja hversu góður út að bladra út úr vesinni. Ég er expert í því. Nei, Egill, þú lifir einhverju mestu kassalagasta líf í heimi. Þú borðar hádegismat á sama tíma. Þú æfir á sama tíma. Expert í því. Það er allt. Ég get farið yfir línuna hérna alla dag. Ég er búin að taka út eftir 3 daga. Ég veit nákvæmlega hvað það væri. Flestir sem mafjósi stundur alltaf sömu barinn og sömu veitingastæðina. Það er ekki það því. Ég myndi bara stúdera Egill á viku. Ég held að Rikki myndi fá svona utanhandar löðrung á fyrsta degi sem mafjósi og þá er það hans ferli lokið. Nei, málið er það, ég er lítill og ég lúk ekki fyrir að vera, svo myndi ég bara taka svona craziness á þig. Já, það er bara þannig. Þetta er dead tight held ég. Já, þið eru ekki sammála. Þannig að þá verð ég að dætt inn sem dómar. Nei, ég ætla ekki að skerast í leikin hérna. Ég held að þið eru báðir frábærir mafjósar. Er það ekki? Segð mig þá. En hvar verður þú veit? Verður þú að borða bara kjúkling og hrísgrjón bara sem mafjósi eða? Já, hann er svolítið í steik og raut, það er mafjósi. Mafjósan fara bara sér líður vel á. Það er ekki mikið að fara okkur nýja staði sko. Nei, ok. Þú veist alveg að mafjósi getur alveg fengið sér söpvið sko. Já, værið mikið í gymminu svona og ekkert mikið að pæla í viðskiptunum. Ég held að nútíma mafjósin sé í gymminu. Bara Al Capone hafi ekki verið í gymminu. Sé Egill fyrir mér, herru, við þurfum að græja þetta. Nei, það er æfing klukkan 2, ég var að taka hana. Ok, Rikki pakkaði saman hann. Rikki er betri mafjósi. Ég held að hann hafi pakkað mig saman. Já, hann er með rosa lukki í þetta, eins og hann segir. Hann myndi greiða hárið sitt og fá sér axlabönd og hann myndi ekki þóra snertan. Ég hef aldrei heyrt hann aðeins kjafta, en ég ætla að gefa Rikka þetta. Takk. Þá er það næsta. Hvor ykkar er líklegri að hafa sofið hjá síðast? Það er Richard. Nei. Þetta er eitthvað auðvöldast að svar síðan. Þú ert að stýttra síðan hjá Agli eða Rikka ef þetta ekki sko. Það er 100% hjá Agli. Af því ég er búin að búa hjá tengdaforeldrunum núna í 2 vikur. Nú er það ekki sammála, ég fíla það. Okay. Það hefur ekki gerst neitt þar. Er eldús þar ekki? Heima hjá tengdaforeldrunum? Jú, það er eldús þar. En það kemur bara málun ekkert við. Það er bara borðað. Og það er ekkert að fara að gerast fyrir við flytjum bara í nýja húsið. Það með Egill 100%. En hvað ertu búin að vera lengi á tengdó? 2 vikur. 2 vikur. Er ekki bara það gráður, hann finnur. Nei, er eitthvað að því? Nei, ég heldur ég að það stoppa þig ekki og sett heima hjá tengdó. Það er bara að fara inn á salerni eða? Nei, það er ekki gert það. Viltu að neila finni stað og stund? Nei, Egill 100%. Hvenær sástu síðast hjá Egill? Já, ætlum við bara að fá þetta á hrein. Ekki gær. Ekki gær. Ég er að skítapa þessu. Það er bara hannig. Nú, þú heldur Rikki að vera í gær? Já, í morgun, líklega bara á hann. Nei. Já, menn þér áðan vittlisingurinn. Það er ekki sammála. Ég verð að gefa Rikka fyrst að byrja á tengdó og vil meina hann hafi ekki verið að gera neitt í 2 vikur. Þá lítum þú að vera líklega. Rikki verð bara í IKEA og inn á klóstið þar sko. Nei. Segir við konum histum inn á salinni kl. 8:15. Ok, ef það er, þá get ég ekki dæmt. Það er ekki þannig. Nei, ok.
Ertu svona þarft að vera in your safe place, Riki? Ég vil bara njóta þess. Tengdu búin að banna þér að fara inn í eldhúsið sem er ekki út ekki að fara hérna. Nei, þau hafa ekki sagt eitt eða neitt. Þetta er bara svona spurning með smá prinsip. En þú veist, ég er ekki að bugga það eins og Egill. Ég er að spyrja það bara núna. Ég get alveg viðurkennt það sjálfur. Ég þarf að vera pínu í my safe zone, bara upp í rúmið inn í svonandi. Þú ert ekkert eitthvað svona takkið inn á klostið eitthvað stærn. Nei, Ríkið verður hvað sem er sko. Það var það. Varst þú ekki að vinna á lagertum íkvæða? Það var það fyrir því að síðasta. Hvor ykkar, nú ætlum ég bara að spyrja, því ég var að reyna að hugsa þetta sjálfur, hvor ykkar er svalari? Hvor er svalari, Rikki eða Egill? Richard því miður. Já, er þetta af bimmanum og... Já, hann er bara því miður. Ég bara viðurkenni hlutina. Rikki er á glænýjum Beamer. Ekki glænýjum. Ég er á skutbíl. Skutbíl? Hvað þýðir það? Station og bíllögubíl. Hann er á, hvað er þetta ekki á runu? Bíllögubíl á fórsetunum. Það skiptir ekki máli hvernig bílu á. Með Rikki spólar út úr hlaðinu á sér á geggjum Bimma sko. Ertu sammála, Rikki, ert þú svalari en Egill? Já, jú. Þannig erum við sammála. Ok, þetta var ekki langt. Rikki er svalari, það er styttra síðan að Egill svaf hjá og Rikki er betri mafjósi. Svona var hvor ykkar í dag. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er föstudagur 10. maí, fallegt veður hér í höfuðborginni og Gilsarinn elskar ekkit meira en þegar sólinn skín á Þróttaramerkið og hún skín á Þróttaramerkið. Já, skín, það er náttúrulega bara hægt að koma myrkur nánast. Gef mér myrkur, hvað er ekki bara melluleika? Það er samt ekkit oft sól hérna. Munið þið voru í janúar og það var dimmt hérna þá. Já, þetta er mjög fljótt að líða. Maður finnur það bara hérna í stúdíun og að horfa á birtuna hvað þetta er fljótt að líða. Já, það er nú bara nákvæmlega. I love that shit. Já, en ég ætla að minna fólk á hér að það er verið að selja miða í forsölu inn á dalurinn.is. Þannig ef þið ætla að skella ykkur á þjóðhátíð í ágúst. Það byrjaði að selja miða? Já, og það er forsala. Munóttir er þannig að gera að fara á dalurinn.is. Fólk endar alltaf á að fara hvort sem er. Ég veit að kaupa bara miða strax og spara þeir dollars. Það er þannig. Ég myndi alltaf að kaupa bara snemma. Sko, verður þið félagur á þjóðhátíð ára? Það er ekki búið að staðfesta. Eins og staðan er núna verður við að segja bara pass. Já. Býtu, er ekki búið að negla ykkur og þegar við mælst á jarðskjálftamælum? Já, en þú veist það bara. Þegar ég var í þjóðhátíðanefnd þá er það þið verðið fyrstur sem ég myndi bóka. Vonandi. Við erum búin að vera 4 ár í röð. Það er ekkert skemmtilega að vera á þessu sviði og horfa á átjáðsmanns hoppa kolvittlisa. En það sem ég skammast mér náttúrulega mest fyrir, ég hef aldrei séð ykkur. Já, ég veist, því líku félagi. Já, því líku vinur. Þjóðin er að horfa á yfirmaður FM og FM er að hluta sponsi á þjóðhátíð og þú gast ekki kíkt á okkur síðustu. Ég skal lofa ykkur núna, ef þið verið bókar á þjóðhátíð, þá ætla ég að mæta og ég ætla að vera fremst í dalum. Já, þetta myndi svona kæta mig að þú har ekki sagt nákvæmlega sama um mig fyrra þarna rasshausinn hann að Laugarnum líka, sagði hann sagði ég er aldrei að fara að missa þessu núna, ég var svo svektur að missa þessu fyrra. Nei, hann mætti ekki eina sekúndu síðustu helgi. Herru, en maður samt spyrja, þið eru búnir á sviðinu fyrir framan 80 manns, hversu mikla gigvímu farið í eftir þetta? Gigvímu er svona 67 tímar. Það er eina Það getur bara að sofa eftir gig sko. Það er eina skiptið sem þú ert á Íslandi sem skemmtikraftur og fær gigvímu, það er á þjóðhátíð. Sveimi þá. Þetta er ekkert eðlilega gaman. Já. Líka liðið er hann í pollagölun hoppandi kolvittlegt sko. Ég held að spila líka inn í það sko, ég held að skína alveg í gegn að okkur finnst jafn gaman á sviðinu og fólkinu fyrir neðan. Ég held að það sé svona stemmingi sem myndist það. Og síðan leggjum við alltaf metnaðan að toppa sjóið frá því fyrra. Það er aldrei verið með jafn gott sjó eða á pari, það þarf að vera betra. En byrjuði ekki alltaf með hérna FM 95 blöðlagið Kickstart My Heart? Já. Hvernig er dalurinn? Hlaupa þá bara allir úr brekkunni eða? Og kemur liðið á gólfið. Þetta er svo, vá, mér langar að spila. Herru, ég ætla að mæta. En þú verður að vera á lífi þannig ekki. Þú ert gamaldags villibenda. Við byrjum 11 þannig að þú mátt ekki taka dagdrykkjuna. Ég næ því alltaf. Jú, nú nærðu 11. Ég verð búin að leggja mig bara. Já, það er náttúrulega málið með hérna þér ekki. Þú drekkur ekki það mikið. Þú ert engin fyllibenda en þú bara þolir svo lítið. Já, þú sem sagt kostar mér lítið að drekka. Já, sem er bæði kostur og galli. Það er ekki satt að orðin, hann er betra þól en... Er það ekki? Hann er ekki aðeins að skána kallinn. Skánar sko. Já, þá treysti hann til að koma á þjóðhátíð. Er það gott eða slemt? Það er betra, já, þú getur ekki slefandi fyrir utan. Á austur hann að gaman, þú sopnar alltaf í sætinu. Ég var ekkert að sopna alltaf, það gerðist einu sinni. Nei, það gerðist alltaf. Ég sopnaði líka í jólapílunni þarna á Rauðaljóninu sko. Og tvisvar. Þetta er fljótt að telja. Sopnar í miður giggi líka ekki. Já, það var 2003. Ég ætla að hjálpa Rikka svo hendi auglýsingar svo hér strax eftir auglýsingar spurningar hérna Gilsarans og fleira. En dalurinn.is, tjekkið á því. Í tilefni af tónleikum Ed Sheeran á Íslandi í ágúst og 30 ára afmæli FM 957 ætlum við að bjóða heppnum hlustendum á Ed Sheeran tónleika í Madrid. Hlustaðu FM 957 og taktu þátt. FM 957, Icelandair og Sena Live. 20
20 tegundir á krana. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. Erðu, potturinn stefnir í 130 milljónum helgina. 1x2. Risa sumamarkaður í Víkingsheimilinu 11. og 12. maí. Yfir 60 verslanir á staðnum, frábær tilboð og skemmtun fyrir börnin. Sjáumst helgina. Remington hefur framleitt gæðaskegg og hárvörur í 80 ár. Remington, oh yeah. Þarf að slá garðin eða klippa hekkið? Sláttu vélarnar og hekkklippurnar færðu í Bíkó. Pieta-samtökin standa fyrir göngunni úr myrkrinu í ljósið í 4. sinn. Gangan í minningu þeirra sem látist hafi sjálfsvígi og til að efla von þeirra sem eigum sárt að binda. Gengið til styrktar Pieta-samtökunum sem bjóða ókeypis úrræði fyrir fólk í sjálfsvígshugleiðingum og aðstoð fyrir aðstandendur og þá sem mist hafa ástvini. Gangan verður aðfaranótt laugardagsins 11. maí klukkan 3. Í ár verður gengið á 4 stöðum. Reykjavík, Akureyri, Seyðisfirði og Ísafirði. Í takmarkaðan tíma, Doritos Singerborgari á KFC. Stakur á 1299, máltíð með 3 hotwings, frönskum gósi og stjörnurúlu á 1999. KFC. Það allt svo hátt, góðir landsmenn. Tónlistin há, markmiðin eru há. Það tala allir svo hátt. Því vinningurinn orðið svo hár. Hann svo hár. Svo rosa hár að ég alveg að missa hárið. Nú stefnir hann í 12,2 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni. Alla föstudaga. Exo Jóðellhúsinu og Smáralind. Líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi. Pieta-samtökin standa fyrir göngunni úr myrkrinu í ljósið í 4. sinn. Gangan í minningu þeirra sem látist hafi sjálfsvígi og til að efla von þeirra sem eigum sárt að binda. Gengið til styrktar Pieta-samtökunum sem bjóða ókeypis úrræði fyrir fólk í sjálfsvígshugleiðingum og aðstoð fyrir aðstandendur og þá sem mist hafa ástvini. Gangan verður aðfaranótt laugardagsins 11. maí klukkan 3. Í ár verður gengið á 4 stöðum. Reykjavík, Akureyri, Seyðisfirði og Ísafirði. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það styttist í, bæði sturlaða staðarendir, myndur fyrir cash, augljósa staðarendir, það styttist í spurningakeppni Gilsarans og fleira. Hvort myndur frekar? Talandi það, þá komið að honum með Rikka og Rikki sagði orðrétt við mig þegar hann mætti í vinnuna í morgun að hann væri með geggjað hvort myndur frekar þó hann segi sjálfur frá. Já, ég vandaði með ekstra vel við þetta. Það gott að segja, ef fólk að keyra með börn í bílum eins og stilli yfir á bylgjuna. Er þetta eitthvað þetta ekki, sko. Nei, þetta slum orða þannig, þetta erfitt og það líka erfitt fyrir fólki í bílunum að velja. Okay. Þetta erfiðar spurningar og þetta á að vera erfitt. Earmuffs á börnin sem er í bílunum. Þið eigið að þurfa að hugsa þetta og þið eigið að þurfa að pæla hvort á ég að velja. Ok. Þetta eru 3 spurningar eins og alltaf. Þið eru klárir? Alltaf. Númer 1. Hvort myndið þið frekar? Að síminn ykkar yrði hakkaður og kynlífsvídeó af ykkur og konunni læki á netið. Það ekki símanum. Bara segja það bara væri þannig. Það væri bara með það. Það myndi leka á netið. Eða gefa hvor öðrum góðan handhristing. Þetta er helviti góð. Það hrósir ekki að vera þessa. Ég hef ekki að búið þessa til. Já, þetta svolítið, hún svona gilsleg þessi. Má ég vera búin að skella nokkum köldum niður á hann í hristiblöða? Máli skiptir það maður. Þín ekki að gera það. Það skiptir með engum máli hvað þú ert búin að gera á undan. En bara allir að sleppa við vídjón eða þú þarft að taka hans í blöð. Hvernig þessi vídjó? Er það Hannes Halldórs að leikstýrst eða er þetta sem að þau sjálfur? Nei, þetta er basically bara heima gert og húst, það er bara... Hvað sést? Allt. Sko, ég myndi ekki gera konu minni það því að þó ég er trúður og er búin að tróða mér hérna í alla fjölmiðla og verða mér til skammar. Hljóst á penistum niður Laugaveginn. Já, hún forðast athygli þannig að ég gæti ekki gert henni þannig að ég þurfti að hrista Egil. Það var geggjað. Nei, það er ekki geggjað. Það var bara stærri kostur hálfvitið. En já, fyrst að áfengi væri leyfilegt og þá var ég komin vel í það.
Sænaði mér þessa veislu. Þú ætlar semst ekki að láta leika? Mér finnst þetta fýtt dýl. Við blöðu fáum okkur hérna steik og raut og... Nei, ég myndi bara reyna að klára þetta. Sko, ég myndi fljúa með þetta til AC, drekki 3 daga eins og ég gerði síðast og fara svo í þetta. Og ruppa svo af. Því að þá var mér orðið pínu saman lífið kortið þér. En ég meina, hvernig væri þetta samt? Gætið þið verið vinir eftir þetta? Já, bara hæni, við fáum okkur bara eitt túlu eftir eða gull eða klassik eða eitthvað og bara áfram með lífið sko. Já, þetta er ekki vinaslitt. Ég meina, sko, Ríkard, þetta er 5 mjönda vesen eða vídeo sem mun eldaði bara samála að eilífu. Já, góð punktur. Það var erfitt við það samt. Góð punktur. Fín spurning. Herðu, nummer 2. Hvort myndið frekar ganga með grút skítu að nærbuxur á hausnum í viku sem ókunnur 120 kg maður gekk í 2 vikur á þess að skiptum 120 kg, það er nú ekkert mikið. Eins og The Rock eða fá okkur tattoo á hálsin með mynd af getnaðarlim. Betur ég með nærbuxur á hausnum í viku? Já, stanslaust. Eða titling á hálsum sem eftir er? Og þið, sko þetta er samt svo kjánalegt, það vera með eitthvað nærbuxur og hausnum. Já, ég meina, þú notar nærbuxur í 2 og þú ert að vera með þetta í viku, þú verður að sofa með þetta og verður að lappa með þetta. Ég verður til að sjá nærbuxur og hausnum. Já, ég sem myndi að setja bara penis á hálsinn á mér. Það eilífu. Já. Og fastur með tattoo á ég meina, það stendur Made in China á raskatunum mér. Já, það sést ekkert. Má ég sjá það núna í einum grænum? Ég vil ekki bara klára ingómina og svo skal ég finna það. Já, ég takk í tattoo. Ég hitti svo arsenalegt og vittlust eitthvað. Þessi er ekki nógu góð hjá þér, ekki. En þú veist að þú ert komin í jakkaföt, þá ertu með tippi á hálsunum. Bara einn aftan á. Já, tippi. Já, þú veist, það sést ekki. Þú ert komin út frá ásvartíð. Þú ert að vera fyrir aftan mig til að sjá það. Já, ég stendur aftan. En þú veist, þetta er samt ekkert kjánalegt. Þetta ætti að vera nokkuð, þú veist, ég myndi alltaf ganga með nærbuxunar. Já, þú veist, þetta er vikuskellur versus bara nema fara bara í laser. Já, svo fara í laserni bara. Ég tek nærbuxunar. Ok. Herruðu, þá er það 3. Hvort myndið frekar að það myndi koma kynlífstuna frá okkur í hver skipti sem þið segja setning í síma eða taka 5 cm limnum á okkur? Stuna í hverstinn sem að segjum bara að ringja á Dominos bara jú, góðan dag, ég ætla að panta pizzu. Já, ég er náttúrulega stín ekki í svona en bara hámarki svona gamla að heyra hvernig Rikki stynur en bara að kæmi kynlífstuna í hvers en bara þegar þið tala í síma en þú tala meintilega mikið í símablöð. Já, ég myndi, ég get ekki að fara að taka 5 cm á mikið eftir sko taka sentimetra penis og verið svona gegn og gangandi í síðustu ár hérna í hvort myndur þú frekar? Já, ég hef bara ekki efna á því þannig ég tek ekki hitt. Þú myndir stynja í síman. Sko, ég segja rétt ekki. Ég tek average 1 til 3 símtölu í mánuði. Já, þú ert ekki mikið í símanum. Herri, hvað varstu þá bullað? Þú var alltaf að tala í símanum í bílnu. Þú ert aldrei í símanum. Má ég eitthvað tíma jerk your chain eða? Vá, geðveikt jerk your chain að vera að segja að tala í síman í bíl. Svo er ég fatt að nú, þú tala aldrei í síman. Nei, málið er ég tala allar bara á Messenger, á Face eða... En ég meina blöð, þú ert að fara að reyna að redda fundi með einhvern sponsor. Þú ert að ringja eitthvað. Og sendi bara mail. Já, góð punkt. Þannig að ég þarf að stynja einhverjum 2 símtölum og það er bara við, þú veist, blöð eða... eða mig eða Gylfa eða þig eða eitthvað sko Pyrrum ekki neitt sko Þannig að sæna minni stundunar ekki Tökum báði stundunar Ára komið Það er komið Við ætlum að ræða hér Eurovision eftir og já, talandi um Eurovision þá ætlum við að heyra íslenska lagi sem að flestir ættu nú að vera búin að kannast við Það byrjar að kannast við Gegn Þetta er Eurovision framlag okkar Íslendinga í ár Hatrið mun sigra hatari og það vil svo skemmtilega til að bæði Rikki og Egill og þetta er, já, ekkert grín þeir eru ágættis Eurovision sérfræðingar Rétt og nú er Eurovision á þriðjudaginn þetta er síðasti Ég kefti næstuði fyrir Íslands hönd Já, áður en Friðrik Ómar pakkaði saman Já. Ef hann ekki pakkað mér saman, það hef ég keft Ég ætla að byrja að spyrja ykkur að því að, já, auðvitað, þú varst í öðru seti Það var svo vitlaus ok
Hvernig okkur spáð okkur spáð áfram á þriðjudaginn, ekki? Alveg eins pottitt og að verður. Ég held að hæsti stuðullin á okkur sé 1.20 að við förum sem sagt í aðalkeppnina. Það hæsti stuðull. Lægsti stuðull 1.04. Okay. Við erum nokkuð samkvæmt þessu safe að fara á partí á laugardeginum sem veisla. Gekkja, þá spyr ég næstu spurningu. Hvað er okkur spáð í keppninni eins og staðinu núna, í aðalkeppninni? Á, sem sagt, vesti árangur okkar er 10. sæti, besti er 5. Ok. Já, þetta er núna Hvað var til dæmis Jóhanna Guðrún spáð, munið það? Jóhanna Guðrún var spáð í topp 10. Ok. Sko máli er að, já, veist, við erum hérna sko stuðlinn á við vinnum er núna 22. Þú veist, hann sem var góður stuðull. Já, hann var samt 12 og veist, hann er búin að hækka svolítið. Þetta breytir svolítið bara búin að frá en það er eftir hvað menn segja. En það er einu ástæði fyrir því að sástuðull yfir hækka. Það er einfallega vegna þess að Holland er alltaf að lækka og það kemur niður á hinulögunum. Já. Holland er núna 3.33 sem þýðir samt að þeir eru ekki clear, sko, ef að allir myndið á Holland á rústu þessu, þá væri stuðullin 1.4. Hann er 3.33 á Holland. Hann er ekki það örugt, það er samt lágstöðul með þetta sé. Já, og næsti er 7. Þá sér það þetta er 3.33 síðan 7. Hollenska lagið, varst ekki búin að finna það hérna, ekki? Spilaði smá á Holland. Það er lagið Arcade, það er talið langlíklegasta lagið til þess að vinna þetta. Hvað er þetta? Já. Þetta er leiðilegt lag, sko. Já, Það er ekki að gera neitt fyrir mig. Nei, líka hollendingar eru með geggja, sko, það eru teknohæsar, það eru ekki með gott teknolagan. Það er eitthvað væl. Býtu þessu spáð sigur? Já, ég held nefnilega þetta lag vinn ekki. Þetta lag kemist aldrei á Cozy Blöð. Nei, Samuel Richard þarna. Ok, þetta er hollenska lagið sem spáð sigri. Já, ég held, sko, að taka svona loyalty bet á Ísland, það er gott með 22, en sérfræðingurinn í mér segir hins vegar sem er, já, Eurovision ekki það hendur aldrei lentu öðru setið, en ok, gott en lagið sem held ég að muni vinna ef að við gerum það ekki, að er svissneska lagið Luka Hanni. Luka kvóðalegt. Getum við ekki að heyra Luka Hanni aðeins? Já, sko, þetta er nefnilega stundum getur FN95 blöð verið menningaþáttur og við erum með það lag líka tilbúið hér. Ok, hvað er með það? Þannig að heyri Luka Hanni. Já, þú spáir þetta að vinni. Ég spái þetta að vinni. Ok. Betur en hitt. Já, strax betur en hitt. Þetta er eitthvað besta síkofílingurinn. Þetta er ekta Eurovision kjæftæði. Ekta Eurovision shit. Minnst þetta betur en hitt? Já, þetta er betur en hitt. Og þetta er að fá nokkuð háan stöður. 21. Á 21, það er bara saman á Ísland. Já, 22 í Ísland núna. Ok. Þetta er nefnilega, ég hef mikla trú á þessu lagi. Málega er ég og Rikki, ok, við veitum mjög mikið um Eurovision, en það er eitthvað í Íslandi sem veit allt um Eurovision. Reynir. Eurovision reynir. Já. Eurovision reynir hefur aldrei, ég nokkuð vissi sé ekki að tala með raskatinu, spáð Íslandi sigri. Aldrei. Eurovision reynir segir hlutin eins og þeir eru. Hann segir bara þetta lag vinnur, þetta land vinnur, þetta er bara, svona er þetta, kapís. Og hefur alltaf verið rétt á hann er mjög naskur á þetta. Eurovision reynir, í fyrsta skipti í sögunni segir Ísland vinni Eurovision. Hann har aldrei sagt það. Ok. Hann segir Íslandi fyrsta, Ítali öðru, 3. Holland, 4. Azerbaijan, 5. Pólland, 6. Sveden. Sko, hann er ekki með Rikka inn á top 6, sko. Hann getur að skýta það, sko. En ég minna, ef að Eurovision reynir gefur þessu að við sendum í fyrsta, þá held ég að bettið sé það sem ég er að gambling með, en ég veit að mikið að gömblum úti að fylgjast með. Ef að bettið er ekki Ísland í top 10 sem öruggasta bet of all time, hvað er stöðlun á það? 1.80 ef við séum í top 10, það er 80% gefins ávöxtun. Ísland verður alltaf í top 10. Meira að segja top 6 var ekki slagt bett. Þetta hefst allt á þriðjudaginn. Þetta voru Eurovision sérfræðingar FM95 blöð. Þeir heita Rikki G og Egill Einarsson. Vonandi gátu þið nýtt eitthvað þetta. Eftir að hafa rætt þetta núna og svona Ertu búin að setja á Íslandi eða? Nei, eftir að hafa rætt þetta núna, þá var ég að pleysa bet til að setja á Twitter en að menn vilja ávist að pundi sitt sekkið á þessu. Við skuldum auðvitað svara spurningakeppni Gilsarans. Hvað er það? King of Samlíf eða eitthvað álíka ógeðslegt, maður? Sumarmarkaður netverslana 11. og 12. maí 60 verslanir, frábær tilboð, latibær og hoppukastali fyrir börnin. Sjáumst í Víkingsheimilinu. Big Trouble er nýr, stór og sterkur sérborgari á American Style. Í boði í takmarkaðan tíma. American Style. Límkítti, fúukítti, akrílkítti, eldvarnarkítti, þéttifrauð. Ísól. Ármúla.
Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. TikTok, Mr. Wick. Ginger kennir stórmyndina John Wick 3. Leigumorðinginn John Wick mættur aftur í fantaformi. Hörku spennumynd með Keanu Reeves í aðalhlutverki. Welcome back. Let's do this. Frábær hasar og endalaus spenna. John Wick 3. Heimsfrumsýnd 15. maí í Laugarásbíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Erðu, potturinn stefnir í 130 milljónum helgina. 1x2. Góður hlustendur, hér var að berast tilkynning. Stjórnin verður með Eurovision ball á Bryggjan Brugghús laugardagskvöldið 18. maí. Miðasala á tix.is. Stjórnin mun sigra. Dýnudagar í Vóg fyrir heimilið. Allar dýnur með 20% afslætti. Hvort sem það dýna í hjónarúmið, bústaðinn, fellihísið, ferðabílinn, hjólhísið eða barnarúmið, þá hún til hjá okkur og nú með 20% afslætti. Komdu og gerðu frábær kaup. Vóg fyrir heimilið, Síðumúla og Akureyri. Í kvöld á Stöð 2, Impractical Jokers og þar á eftir skemmtilegar bíómyndir. How to make an American quilt. Hugljúf og falleg kvikmynd með Winona Ryder og kvikmyndin Molly's Game. Hafðu það gott með okkur á Stöð 2 í kvöld. Hvað í matinn? Nings. Stefnir þú á stjórnun í skapandi heimi menningar? Meistaranám í menningarstjórnun vandað nám sem býr nemendur undir skapandi störf á sviði menningar og menntunar með þjálfun í rekstri, stjórnun og skipulagningu. Háskólinn á Bifröst. Í fararbroddi í fjarnámi. Hvað heldurðu að við hjónin höfum gert helgina? Við fórum upp í bústað og tókum Viðar með okkur. Svo var bara allt á fullu. Á pallinum, grindverkinu og sumarbústanum. Viðar Viðarvörn snillingur og þú færð hann í Slippfélaginu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Yankee með Con Calma og það minnum að þetta ekki gamla Informer-lagi þarna undir. Há rétt, með Snap. Það bara takes me back to 92, 93. Hvað var blöð að gera þá? Ná er ég bara á Sauðárkróki í sundi og eitthvað. En það hins vegar komið að þeim dagskrárlið sem að, ég á búin að vera hérna einhverju 3 vikna fríi og þetta svona sá liður sem að ég saknaði hvað minnst og heitir spurningkeppni Gilsarans. Já, sérstaklega konseptið sem í dag. Ói. Nei, ég meina sko þú hefur verið með King of the Bedroom. Það veit ég fyrir víst sko. Ég var með King of the Bedroom eftir hann. Já, og hver er munur King of the Bedroom og King of Samlíf? Það var bundið við The Bedroom. Okay. Nú er ég með bara King of Samlíf. Málega Samlíf stór partur af sambandi tveggja einstaklinga. Já, ég bara hluta lífinu. Já, og það stund allir samlíf. Já, og þess vegna held ég að þú veist, þeir sem eru með aldur. Þess vegna held ég að þessi spurningakeppni sem mjög mikilvæg. Þess vegna held ég þessi mikilvæg keppni. Nei, hún er ekki mikilvæg. Alls ekki mikilvæg. En klárum hana. Þannig að þetta nokkar spurningar. Já. Og hver verður King of Samlíf í dag? Ég vona að vera Rikki. Já, ég vona innilega að vera blöð. Þetta er svona titill sem ég nenni ekki á bakinu. Hefur þú látið einni rífa í samlífi? Nei. Ég er saklaust þar. Þú clear favorite hann ekki? Nei, ég verð bara að hendi nei á þetta. Já. Það væri alveg gaman. Það er ekki jafnbláðinum glassúr kleinurring, farið á bak og einn hefur lekið út. Ég hef alveg pottitt jafnblá okkur um kleinurring eða eitthvað en það hefur engin rifið. Það er gott að heyra. Já, það er frábært. Það er engin með punkt. Nei, og það sem sagt þetta er eitthvað sem þú vilt gera til að verða King of Samlíf? Er það King of Samlíf? Nei, bara þú veist, menna lendi í en fá ekki frekar báði punktur á eitt? Já, ég myndur frekar halda það. Þetta er bara svona að koma þess að stað, sko. Ok. Ertu bannaður í eldhúsdeildinni í IKEA? Ha? Nei. Já, guð minn góður. Máttu ekki fara þangað inn? Jú, ég má alveg fara þangað inn. Ég var bara að skoða húsgögnum daginn, sko. Býtu, sko. Ég veit alveg hvert hann er að fara. Ég veit það, ég var ekki í þættinu þegar þessi saga komið upp með eldhúsið. Var þetta í IKEA? Þetta var ekki í IKEA, nei. Nei, ok, ég ætla að segja. Ertu eitthvað, ángurins eitthvað ekki með þig. Akkur þá í IKEA, ég næði þess ekki. Já, þú veist, hann er það veit allar í Íslandi er ekki að fara á bakinn í eldhúsið á sér, sko. Herðu, förum í næstu. Ég er ekki bannaður þar, nei. Punktur á Richard, ekki punktur. Nei, ég er ekki bannaður þar. Ok.
Hefur verið gripinn glóðuvolgur í samlífi með sjálfu þér í vinnunni? Í vinnunni? Já. Nei. Þú har oft sagt mér ekki og farið og joggir hérna á salerni og... Ertu eitthvað, akkur þetta ljúa núna til dæmis? Hvað ekki hér eða? Jú, Riki, ég get alveg viðurkennt að á mínum 38 árum þá hef ég alveg gert þetta í vinnunni. Vinnunhristing? Já, ég hafa allir gert það maður. Er ég eitthvað ruglaður það? Nei, ég vona bara ég er með mitt personal space þegar það kemur að því, þannig ég læt vinnuna í friði. Hvað meira personal space, hvað? Ég er ekki gert í vinnunni. Hvað þarf það að læsta þinn í kompu bara og hrista það? Nei, það er eins og kannski flesti vita þó ég ekki læst minn einstæðar inni þegar það kemur að því. Ég er bjánaðum blöð. Keiri í góða vinnunhristingar. En það er engin eitthvað nei, ekkert reglulega. Ég sagði einhvern tímann á mínum 38 árum. Hlustaði einhvern tímann þetta, skrifhausiðin. Ég get að segja þetta sé reglulegt. Þarftu eitthvað að skella á salerinu eftir það? Nei, ekki þannig til að míga. Næsta spurning. Þetta er hræðilegt sko. Nei, ég held bara allir hefur gert þetta einhvern tímann. En blöður aldrei verið gripinn. Nei, það er enga brúnt. Þetta er 0-0. En ég meina, hvað varst að gera þetta í vúrð eða? Já, sveið mig þá, þetta er einhvern veginn vörst. Það átti hann í kringum 20 og testosteroni í hámarki sko. Já. Ég líka ekki fyrir hlustundum. Ok. Hefurðu skellt þér inn á virtu fullorðarsíðuna Pornhub? Ég ætla maður ekki einhvern veginn að rampa þar inn. Maður hefur vilst þar. Það er svo leiðis. Já, en það hefur þá verið bara eitthvað óvart. Ég hef ætlað að skrifa pósturinn. Það er eitthvað hræðilegt ef einhver í svona í örugglega stórum prósentum hjá karlmönnum að ef þú ítir á P í searchi á tölvu þá kemur þetta fyrst upp. Það er ekkert mikið, hvað er það? Pósturinn? En professional hristar eins og Richard fer alltaf í incognito window. Incognito hvað? Ég sverða, ég veit ekki hvað það tala sko. Svona professional hristarar, þeir fara í incognito window. Sem þýðir hvað? Þú veist alveg hvað það þýðir ekki? Nei, ég veit ekki hvað það þýðir. Akkur veist þú hvað það þýðir? Ert þú að chronic masturbator? Ég veit ekki hvað það tala Sorry, ég veit ekki hvað það er. Og hvað þýðir það? Kemur það ekki upp? Nei, kemur þetta ekki upp, þú ferði með bendil og leitur á P. Það væri fínt að kunna það. Riki, þú voru að kenna með það. Ég bara veit ekki neitt. Förum yfir þetta eftir, við kendu okkur strákur þetta þegar þessi Herðu, en maður sann spyrja bara, hvað er þetta? Er þetta til þess að fela históri? Ekki reyna þetta. Þetta er kjánar eftir. Og ég bara maður fer bara í históri og delete históri. Þetta er ekki flókið sko. Incognito window. Það er 1-1. 1-1? Hefur þú reynd að renna inn í Gilsa á hótelherbyggi? Nei. Nei, já, maður sér að ræða þetta blöð. Nei, ég heldur sér maður að ræða þetta 50 sinni mér sem útastætti á síðustu 7 árum. Ég var ekki að reyna að renna inn í þó ég lappaði í svefni sko. Já. Varstu allsber? Af hverju var ég allsber? Maður sann spyrja, af hverju varst það? Nei, ég sef alltaf í stöðbuxum. Ekki þarna. Þú sást eins með nakin með mér í Þýskalandi reyndar. Nei. Jú. Ég var ekki á í sama rúmi. Jú, í sama rúmi. Það var 1 skipti. Undir sömu sæng. En annars sást í stöðbuxum hinna. Ég er alltaf í stöðbuxum. Undir sömu sæng. Já. Ha? Nei, ég get undir sömu sæng ekki. Á hvað ertu? Ertu að sniffa eitthvað? Herðu, við vorum með Herðu, má ég segja þetta? Við vorum í king size rúmi. Sængin er áður svona 4. Já, sængin var 1,80. Hvað heldur að fólk hugsiður og segir bara undir sömu sæng? Herðu, varst svo vittlustundum, maður náði ekki nokkur átt. Herðu, þetta var sama sængin. Þetta voru ekki 2 sængur, þetta var stór sæng. Já, þetta var sama sæng. Þetta var ekki 90 breið sæng. Það voru samt hana með undir sömu sæng félag. Já, blöð bara. Ég man ekki eftir því, ég var farin að sofa. Ég var farin að sofa undan blöð þetta kvöld. Og svo þau eru vöknum deginum eftir, þegar blöð stóð upp. Þá var blöð bara commando. Ég verið vel í því þá. Já, þú varst það. Ég get lofað því, Riki, ég veit nákvæmlega hvað að tala ég letti þessi miljónsinnur sko. Já, þú er ekki letti þessi miljónsinnur, letti þessi einu sinnu. Nú halda allir einni umferðinni bara, ég sé sko, einhver perverst. Já, alls ekki, en þú veist, en er þetta ekki, þú veist, punktur á blöð eða? Ég varstu seinskilin Egill, ég var ekki að reyna að renna inn í þig. Ok, ég vaknaði og stóðst yfir með reiður og horfðir á mig einhvern veginn. Já, það var í svefni. Ok, ef ég var að sanngjarna var þetta ekki punktur. Takk. Hefur þú stundar hlutverkaleik í samlífinu? Jesus man. Sko, þetta er basic spurning. Ég er ekki það, ég myndi ekki skammast mér frá að gera það. Ég hló náttúrulega bara því að það vita allir fasteignasölunars Rikka. En ég held bara kannski eitthvað sem maður þurfti að fara að skoða, en ég hef ekki tekið það.
Richard? En bara svo veit það ekki, þetta er saga sem þú átt ekki að skammast þín fyrir því að þetta er einn besta saga sem ég heist. Geggjusaga. Herðu, já, ég hef gert það. Punktur að Þú leika. ert komin in the lead. Það kemur engum á óvart. 2-1. Það er lítið af punktum í dag. Rikki Ríðari maður, hann kemur engum á óvart. Geturðu Óibarast, þetta er ógeðslegt nafn. Rikki Ríðari, það er Nei. rosalega von. Ekki, blöð, hættu þess. Það er bara eins og sést oft á hestbak. Rikki klæddi sig í svörtu jakkaföt, náðu sér Nei, það voru ekki skjalatösku. svört, þau voru kóngablá. Bankaði upp á sælfrökan. Ég kom að skoða íbúðuna þér. Þetta er geggjusaga. Þetta er besti hlutverkaleikur sem ég heist. En heyrist vel í þér þegar hún er hámarki? Nei. Þú er silent blöð. Það er bara ekkert silent. Jú, frekar held ég bara. Nei, just. Hann er ekki læti. Nei, það er ekki læti heldur en þú veist, ég er ekki þögla Ég er nokkuð vissum að heyrist í Richard. Okkur. Ég er bara held að hann láti heyri sér. Nei, ég læti ekki heyra í mér. Hvað? Bara Hvað getur svarað þessu? Nei, það þarf ekki að vera einhver öskur. Bara heyrist það þessi í Nei, kallinu. ég meina, jú. Heyrist það þessi í kallinu? Mögulega gýr og mögulega. Þá er þetta stig á Rikkan ef það heyrist vel í honum. Hvað, ert þú bara þögla kvikmyndina? Sko, ég myndur segja þér ekki og þetta er alveg sangjart út af þjóðin að hlusta. Er þetta punktur á Richard eða? Já, sko, þú sagðir heyrist vel. Það er ekki alveg þannig. Ok, þannig að það heyrist en ekki vel. Já, ok, þá er ekki punktur. Rikka, hvað er mikið eftir þessu? það er ekkert svo mikið. Hræðilegt. Hefur þú stundar kynlíf í hádegin og virkundegi? Vissi að þessi gemi. Já. Eitthvað sem ég segi er aldrei aftur. Ég gleymur þessu. Að ég skuli hafa sest við bekkpressu og ég átta þetta fyrir þér. Ég mun aldrei trúa. Ég var í þessum bekk. Þetta er besta æfing sem ég átt á æfingu. Já, þetta er punktur. Rikki pottitt líka. Já, það er ekki verið að spyrja mig núna. Nú, hann að spyrja okkur báða. Spurninga Það er ekki verið að spyrja þig. Það er á báða. Já, sko, það er góða punktur á blöð. Er þetta frekar líkluðu punktur á? Sko, ég er bústa á Michael Douglas en að hægra með henni. Ég er aldrei heima í hádeginu. Nei, en þetta er bústa. Jólafríinu eða eitthvað. Nei, Graðasti maður sem ég þekki. Það er ekki tími til þess. Þannig að ég verð að hendi nei á þetta. Nei. Hörru, það er 2-2. 2-2. Hefur verið með konunni inn í Svefnbergi í góðu chili en svo lauma þér fram í laumu hristing? Nei. Mér er ekki punktur á blöð þarna, Richard? Þetta er punktur á Rikka. Já, þetta er punktur á mig. Hann er þekktur fyrir þetta. Ég er ekki þekktur, ég stunda þetta ekkert. Þetta gerðist einu sinni. Ég veit nokkra sem að fylgjast með þér þegar veði ákvaða stöðu og horfa að taka þetta sko. Lægsti stöðlinn á gólstöðinu. Sko, það er 3-2 fyrir Rikka og síðasta spurningin er hann er clear favorite þar að Rikki sko. Hvað er það? Hann er að hefur stundar frábært eldúsamlíf. Rikki er ekki Hvað er næst? Ekki laga það? BK kjúklingur Tex-Mex. BK kjúklingur Grensásvegi. Límkitti, silikon, þéttifrauð, smurefni og hreinsefni frá Settex. Verkvarasalan. Keiluhöllin kynnir risaslagur í amerískum fótbolta á laugardaginn þegar Reykjavík einherjar taka á móti finnska stórveldinu Kuopio Steelers. Baráttan hefst klukkan 19:00 og 2 fyrir 1 verður á barnum á meðan leik stendur. Allir í höllina og styðjum einherja til sigurs. Keiluhöllin Egilshöll. Exo Jóðellhúsinu og Smáralind. Líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi. Og máluð sértu sveitin mín. Hafðu samband við okkur ef þú ætlar að mála óðaliðið í sumar og við finnum útreisu með þér eins og alltaf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslandingum í meir en 115 ár. Hjóla í vinnuna er hafið. Notaðu virkan ferðamáta til og frá vinnudagana 8. til 28. maí. Fyrir heilsuna, umhverfið og fjárhaginn. Skráðu þig á hjólaivinnuna.is, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. Mamma beiklar alltaf brauðið, brauð og kó. Árbæingarnir í Fylki gera sér ferð í Vesturbæinn á sunnudag í Pepsi Max deild karla. KR Fylkir klukkan 18:55. Ekki missa af höddamagg í Pepsi Max mörkunum strax eftir leik. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Hey, þú, bræðlugarnir hjá þér hringdu þegar þeir farnir á grillhúsið. Grillhúsið? Þú veist þú vilt það. 647 1400.
kraftkranar.is. Ekki klikka. Komdu á óvart í ástarlífinu með ástarleynd frá Purity Herbs. Barbecue veisla á Pizza Hut. Stór barbecue pannupizza og 10 beinlausir Wing Street barbecue kjúklingavangir á aðeins 3.490. Þú bara verður að prófa. Pizza Hut Smáralind og Pizza Hut Staðarbergi Hafnarfirði. Hann kominn aftur eftir áralanga fjarveru. Bíllinn sem sameinar gæði, kraft og glæsileika. Og nú í hybrid útgáfu. Komdu á frumsýningu á nýjum Camry Hybrid á morgun milli klukkan 12 og 16 hjá öllum viðurkenndum söluaðilum okkar á Íslandi, Toyota. Já, við skulum vera klári í sumarið, kæru landsmenn og lottóspilarar. Eða eins og skáldið sagði, þegar saman safnast var, sumarkvöldin 4. Verum á tánum, spilum með og þá getur allt gerst. Lottó, sumarleikurinn okkar. Hágæða hráefni, súrdeigsbotn, eldbökuð, eldsnögt, Black Box Pizzeria, Borgatúni 26 og Háholt í Mosfellsbæ. Hönnun og smíði úr náttúrusteini eins fjölbreytt og steinninn sjálfur. S. Helgason steinsmíðja síðan 1953. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Þegar við sérist að 12 eftir myrkur og ég tek að mér þessi vissi að ég myndi fara langt. En þegar við sérist að 12 eftir myrkur og ég tek að mér þessi koronu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur, ég nóg þegar við sérist að 12 eftir myrkur og ég tek að mér þessi koronu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur, ég nóg. Ekki fyrsta sinn, ég síðasta sem þetta lag spilaði í FM 95 Blö. Það hnetan herran hnetusmjör vangaveltur. En hann ekki, sko, ég að velta því fyrir mér. Ekki herran hnetusmjör, hann ekki bara svona talsmaður Kópavogs í dag? Hann ekki bara svona, þú pælir hvað Kópavogur, það herran hnetusmjör? Jó, það nú nokkur hérna sem hafa nú tekið hans lag, ekki Hjöppin hérna líka og Blas Rokka og... Jó, ég held samt að hnetan sé þetta. Hnetan stansi fárulega vel. Já, hann geggjær, gefum það. En það komið að dagskrárlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir, sem margir meina að þessi virtasti dagskrárliður FM 95 Blö. Eitt horsemanure? Það eitt horsemanure. Það einhvað þessu sem kjaftaði og, já, bæði þið... Það engin leið að giska á það lengur. Nei, málið það svo góður í. Á ég segi ykkur eitt, á ég segi ykkur sturlaða staðreynd. Já. Ég hef aldrei giskað á rétt. Það þetta rosalega. Það ekki fræðilega eftir að blöður svona góður í, sko. Nei. Já, þetta getur kannski náðið í dag. Eða hvað? Þetta eins og alltaf, já, ég veit ekki hvort sé 8 eða eitthvað. Og það ein sem er líf. Við ætlum að byrja þetta. Og ég mjög ánægði með fyrstu sturluðu staðreynd dagsins. Og þetta eitthvað sem ég vissi ekki. Sem gamall aðdáandi hljómsveitarinnar. Hljómsveitin Creed hét fyrst Naked Toddler. Sem þetta hræðilegt nafn á, sem betur verið breyttir. Allsbert Barn. Er það? Já, Toddler er punktur. Já, frekar vond. Já, sem betur fyrir breyttir. Það var einhver gæði sem gamla, ég breytti þessu. Já. Var þið Creed frekar? Creed er betra. Það er aðeins betra. Það er hérna, ég ætla að spyrja hvað varðum Creed, en ég veit það, hann fór yfir söngvarinn. Ég held að hann sé bara eitthvað svona... Hvað heit hann aftur? Ég man það ekki. Varst þú ekki alltaf reiður á króknum og hlusta á Creed? Ég var ekkit reiður, en ég var svona dundum með á fóninu í kúplun, við ekki neðan. Voru þið Creed aðdándur? Nei, alls ekki. Já, þú veist, maður stilt ekkit aðeins með komið út af því, ég var ekkit svona harður og blöðarinn, sko. Nei, áttur ekki diskin eins og ég. My Own Prison. Var það ekki bara eitt lag samt? Við þarfum svo er open. Nei. Varst að rúta á króknum með einhvern ting með þetta lag á? Bara nokkur lög, já, með diskin My Own Prison í gangi. Rosalögur. Svo kom Human Clay og hann var ekkert mikið síðri. Fjækst eitthvað að dömum í bílinn eða? Já. Á svona bíl, þú sé bílinn. Svona bíl. Rauður kúp, sko. Það er næsta íkornar fari í klippingu. Sturlu staðrind. Ha? Og ég hafði mjög gaman að þessari. Það er röldaði bara ná karter og... Nei. Þetta stóð ekkert hvernig, en ég myndi svona líklega að sé bara einhverja annar íkorna naga eða eitthvað. Hvað heldur þú bara að séu með skæri og hárblásara? Ég sagði þér að fara í klippingu. Já, en það fara ekki allir í eins klippingu. Það er ekki allir sem fara bara inn á stofu og borga. Nei, ok. Ég hef aldrei séð
svona hárgreiðslustofu fyrir íkon. Þetta getur verið manjur. Já, ég mjög líklega. Svo er það næsta, fílar eignast vini, grafa þá sem deyja, ferðast í hópum í jarðaföruna og gráta saman. Og það er bara eitthvað. Fílinn allavega gleymir ekki. Nei, og já, þetta er bara einhvern veginn hræðilegt að heyra. Þetta eru mikla tilfinningaverur og halda jarðafarir. Já. Fílarnir. Ég svolítið að vinna með dýrin í dag. Já, ég er gaman að því. Því að mýs syngja en mannfólki heyrið það ekki. Þannig að ef þú sér einhvern með mús þá getur vera að syngja en þú bara heyrið það ekki. Þetta er einhver tíðni sem við náum ekki. Já, vonandi hægt að menna að drepa mýs núna. Þetta er syngjandi alltaf. Hvað þá fíla? Svo er það næsta, þessi ég hef líka mjög gaman að þessari, ég veit ekki hvort þið að spila þetta í gamla dag eins og ég, en Twister, munið eftir Twister, já. Hann var bannaður fyrst þegar hann kom út og var kallaður kynlífsleikurinn. Kananum fannst þetta of gróft. Varstu eitthvað allsberjónum? Nei, en veistu, því svona stellingu var ég var ekki fættuð þegar hann kom út, sko. Twister? Já. En ég meina, hefur ekki spilað hann? Jó, mjög gaman. Varstu allsberð þá það? Nei, ekki spilað hann allsberð, en væri alveg til í það. En út í það farið, með fjölskyldun upp í bústað bara. Gekk á kósi. Hafið þið farið í Twister? Já. Er ekki svolítið langt síðan maður fór í Twister? Er Twister dauður eða? Fór eins og í Twister hjá mig og Kitta Pál, sölumann í sporthúsinu. Já, það er nú verið eitthvað dörri. Já, ég kemur ekkert ótt að hann hefði átt þetta spil heima. Hann átti þetta einmitt. Svo er það næsta. Kötturinn Sam hefur verið borgarstjóri Talkeetna í Alaska í 15 ár. Þannig að ef þið ákveða að flytja til Talkeetna þá er borgarstjórinn ykkar köttur og heitir Sam. Er það ekki heldur sést þetta? Jú, endur þetta stundist. Er hann bara official borgarstjóri eða? Já, hann er borgarstjóri. Fór hann bara í frambóð og vann? Hvernig fekk hann? Hvernig þá hann að vera borgarstjóri? Nei, þetta sé ekki. Hvernig var frambóðsræðan? Hópur af einhverju liði sem hefur bara ákveðið þetta og hann er búin að vera borgarstjóri í 15 ár, það er nú heldur vel gert. Hefur eitthvað verið svona lengi hérna í Reykjavík? Það er eitthvað gras þarna held ég, þessum bæ. Já, en líka ég held þú hafir ekkert annað að gera í Talkeetna í Alaska heldur en að flippa með eitthvað borgarstjórar. Svo er það næsta, 60% af öllum pandabjörnum hafa enga kynhvöt. Og það er ástæðan fyrir að þeir eru svona fáir. Já. Það getur þetta að vera rétt. Þeir hafa lítinn áhuga á samlífi. Latir og vilja bara setja borða á. Já, bara hafa kósið, en ekki einhverju kynlífs. En ekki á bak. Talandi kynlíf, næsta er mögnuð. Einn af hverjum 400 karlmönnum geta farið niður á sjálfan sig. Richard? Nei, það er mjög langt frá því. Bæði styrður og með svona smá bumbu. Já, þú þurftir endilega, hvað kemur að hugsa með bumbu? Það var náttúrulega erfið að fara niður á þig, ekki? Þú veist það bara fram hjá henni. Þú bara tekur innsóið. Tekur bara innsóið. Þetta er bara spurning að vera liður. Getur þetta það? Næstu því. Hefur reynt þetta? Nei, jú. Það hafa allir reynt. Já, ég er reynda. Sem úlingur, pottjétt. Rosalega vant að við ekki það, ok. Þú er aldrei reynt þetta. Að jappa sjálf á sig? Ég hef verið að horfa sjónvarpið eða eitthvað í staðinn. Já, eða í skotbolta. En er ekki einn af hverjum 400? Það er ekki helviti hátt. Já, það er bara nokkur á Íslandi. Já, mjög margir. Þetta er samt bara spurning með kórið þarna niðri. Er þetta ekki eitthvað 5 leika drengir sem ná þessu? Jó, nema sér svona stóraður. Það er ólíklegt. Þá er það síðasta. Einn af hverjum 6 reyna að múta löggu. Og ég fór svona að hugsa þetta, mér finnst þetta hátala, en kannski ekki eða út komin yfir í Suður Ameríku eða bara, jú, þetta er ekki Ísland, þetta er ekki íslensk ögn með hann aðeins. Haldið að einhverju Íslandi hafa reynt að búta löggu? Ég hef verið tekin oft. Oft? Já, bara nagstur, já, bara, þú veist. Þú ert náttúrulega einuðu núna, það má ekki. Nei, ég hef verið heimskur í gegnum tíðina, sérstaklega yfir yngri. Vel heimskur. Já, oft verið tekinn, þú veist, fór yfir rauðljósi, hraður akstur. Akkur stoppar ekki bara þegar kom rauðljós? Hæ? Þú stoppar ekki? Ég fór bara yfir. Já, akkur stoppar ekki. Þú veist þú ert að stoppa rauðu. Erst þú ekki að tala í síman bara núna? Það þú ert bara að þegja. Riki, keep the gloves up hérna. Hvað hérna? Ég spurði bara að stoppa. Já, ég bara sagði, en mér myndi aldrei detta huga, því ég er bara actually hræddur þegar það banka á glerið. Ertu með aukuskírtinni? Mér myndi aldrei segja, getum við ekki látið þetta slæta og ég læti það fá fimmari. Ég myndi ekki taka þetta, ég við ekki hérna. Nei, ég held að sé fáur á Íslandi sem var reyndar að múta löggunni. Það væri gaman ef að lögreglan er að hlusta að Rikki er eineður. Það væri helviti gaman ef þið myndu vera hérna fyrir utan og ná kallinum hvað er mikið sagt við að vera eineður.
Ég veit ekki, þetta er ljótt að segja. Það er líka gaman ef að Gilsarinn fyrir úr stúdíónu því hann náttúrulega fyrir beint í síman eins og hann talaði með hann. Við reynda myndu svo hann talaði aldrei í síman. Þannig að þetta var líi hjá hann sem er rosalega skrítin. Það var skrítin líi að monta sig á. En herru, þá er þetta komið og ég spyr, hvað er þessi var hrossaskítur? Ég kom með það. Hvað er það? Íkornar fara ekki í klippingu. Hvað heldur þú? Er það ekki? Hvernig getur það verið? Lappaði bara hérna í skóginum og bara, þetta hóina hérna, ég ætla að fá hérna möllett og... Já, góða ég held að þetta sé ekki það sko. Ekki? Þetta er eitthvað annað hjá blöð. Hvað er þetta? Hvað spáðið þú? Shit, þetta var erfitt. Nei, hún var létt í dag, þetta er helvítis íkornin. Ég veit ekki hvað, ég var voða Var þetta íkornin? Já. Íkorni fyrir klippingu eigin. Ég hef oft séð 2 íkorna, annað frá aftan að fikti í hárun og hinnum. Ég held ekki að blöð var að tala um það þegar við varum að tala um klippinguna. Hér er hins vegar komið að rosalegu lagi með hljómsveit sem hét eitt sinn Naked Toddler. Og það er líka til gamans að geta að þetta er karaoke-lagið mitt og var í mörg ár. En við orðum við til skammar á karaoke-stað sem heitir Sam í Kaupmannahöfn og var hent út til að taka þetta lag. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Rauðum Hyundai Coupe með bílnúmerun NJ593 á Söðugróki. Hljómsveitin hét eitt sinn Naked Toddler en varð svo að Creed. Betur fer, breyttuði því? Já, það voru rosa fordómar fyrir Creed. Ég man eftir því. Bara svona þótti ég voða hallarslegt að hlusta á. Mér var alveg saman. Þú varst að fan. Já, ég skammast mér ekkert fyrir. Má ég hérna kom eitt hérna? Já, alltaf. Máni Pétursson á X-inu var að hendi í góða líi hérna á Twitter. Nóka. Hann skrifir að mann þegar Rikki gefa nýbyrjaður á FM og kynnti Savage Garden sem rock. Fekk símtal stuttur síðar og var hóta barsmíðum. Þetta er líklega bara, þetta lítur að rétt hjá honum. Savage Garden, það var svona... Skeistu þar, varstu á X? Ég veit alveg hvað Savage Garden er, sko. Það er ekki rock, það er bara svona balluðsveit. Darren Hazel hljómsveit er hérna söngvarinn, ég veit alveg hvað það er, sko. Þetta var FM, þú varst aldrei á X-inu. Nei, ég veit að hann var að segja, því ég var ráðun á FM, þá... Já, kallar þetta rock. Ég kallaði það ekki rock. Nei, hann var að segja það. Hann sagði það, hann var að hendi líi. Það er ljótt að mána. Ég held að máni myndur ekki fara að segja ósatt á Twitter. Nei, alls ekki. En er þið tilbúinir í myndri fyrir cash? Ég er með það í fyrsta sinni í langan tíma. Ég valdi að henda þess á ykkur. Já, ég er vel peppaður. Hétt einu sinni myndri fyrir pening en heitir í dag myndri fyrir cash. Og þetta eru 3 spurningar svo alltaf og þær eru bara nokkuð góðar þó þið segja sjálfur frá. Er þið tilbúinir? Já. Fyrsta spurning. Mundu þið vera í myrkri, basically einangrun í fangelsi, fyrir 10 milljónir í 1 mánuð? Einangrun í fangelsi í... Já, bara basically verið í myrkri. Þú þurft ekki að vera í fangelsi. Bara þú ert inn í herbyggi sem er bara alveg dimmt og sérð ekkert í mánuð. Já, fyrir 10 milljónir. Er ég með 12? Nei, það kemur ljósafinn í fíblið þitt. Og fæ ég að borða það? Já. Okay. Og fær með þess að borða það bara... Það er ekki spöði að borða það, sko. Þá fyrst að með hrista sig. Það er ekki góður. En ég fæ semst ekki að tala við neitt eða komast út. Nei, ég meina maturinn kemur í myrkri. Þú fær bara ekki að sjá dagspyrtu. Riki, þú getur borðað á hristi og góður, takk þessu bara. Þetta er bara eins og að gera hvað sem við erum. Hvað, ert þú í Tjarnabíó í kvöld eða? Herru, er uppselt eða? Ha? Akkur er þú ekki uppistandi? Ok, er þetta já hjá þér ekki? Sko, þá er ég ekki að spyrja út af því að ég hugsa bara mánaðakaupið. Þetta eru 10 milljónir á mánuði. Þetta er 10 milljónir netto og þetta er basically eins og 20 milljónir sem laun þig. Og þetta er basically engin breyting á deginu en hvað sem er, sko. Herru, þú heldur áfram bara. Þetta er fyndið maður. Herru, ég ætla að hendi já á þetta. Þú hendi já? Já, ég held ég get alveg jafna mig eftir þetta. Þetta er sant, sko, þú veist aldrei hvað þú ert búin að velja. Þetta er viðbjöð bara svo. Já, erst þú búin að lenda í þessu? Nei, ég er bara átt að má því. Hvað heldur að klukkutími sé lengi að líða? En ég hugsa bara alltaf herðu, það eru 10 milljónir at the end of the tunnel. Ok Já, hvað allir sem mánuður líði eins og svona kannski hálft ár? Já, grínlust. Ég held að það sé algjör hryllingur. Mér sko 10, þetta er fín mánalaun, ég verður að viðkjörna það. Já, þetta er eins og að vera með 20 milljónar mánu.
En þú veist, shit Ég held ekki að þetta ekki sko Já, þetta svo mikið maður Mánuð Rikki sagði já Ekki TV, engin sími Nei Gæti ekki kíkt á Twitter eða neitt Nei, það er náttúrulega Það er miður að segja nei Já, ok Rikki segi já, Egil segi nei Þá er það næsta spurning Myndu þið hætta að tala við hvern annan Það er að segja Rikki spyrir þið Myndu hætta að tala við Egil Og Egil myndu þú hætta að tala við Rikka Fyrir 100 milljónir Já Ég meina hvað fæ ég frá sem gæja hann skít og leiðindi Fyrir 100 milljónir Þetta er einhver auðvitaðsta ákvörðun allra tíma Það er Rikki svolítið fljótur að svara Það sagði já Á nanosekundu þarna Fyrir 100 milljónir og ég fæ ekki skít og leiðindi Já, þú meina þú myndir gera þetta bara fyrir kippu og rauðan vinstón Ég er nú ekki með skít og leiðindi, Ríkard Ekkert alltaf Alls ekki Nei Var þetta svona fljótt svarað? 100 milljónir er life changing amount Ég á fullt öðrum vinum Það með að ég droppa Agli Bara hans að hugsa Ok, þá spyr ég Er það sama hvaða vinuðin væri Þú myndir droppa hann fyrir 100 milljónir? Nei, alls ekki Ok, þú droppar Agli Hörru, hver er svona veist, ég er bara góð við Ég tekið svona til Tenerife Tekurum við til Tenerife? Er það að taka með okkur Er það að taka með bara með það Því að þú er góður eða? Og síðan er ég átt að tala samlífið þitt hérna í útvarpinu Já Og hérna Hann fílaði það ekki Þetta er bara punkturinn Já, en hann var reyndar að mæla því í hátteginu og svona Hann er að hjálpa Já, það er fullt að enga þjálfum sem geta mælt mig Ég kleipti þig í bumbuna í hátteginu, ekki? Já Hætti þú að tala við Rikka Fyrir 100 milljónir Þetta er life changing amount Já, þetta er rosalega góð uppæð Ég held að myndi svara fljótt Veist að Rikki og svona vondu við þig Ég er rosalega gaman að Ríkard samt Já, er hann 100 milljónir konar verið? Gaman að það kemur inn á skrifstofu Gilsa og segir Hvað, kallinu lendi í gær? Þú veist, og segir mig söguna sem hann lendir í Það er ekki lengur þannig Ég ætla að segja nei Þú segir nei, fallegt af Agli Þá er það Rikki og mjög fljótur að svara þessum Þá er það síðasta Mundu þið alltaf skríða í stað þess að labba sem eftir er ævi ykkar fyrir 500 milljónir og nei þið ekki kaupa eitthvað svona kart eins og fólki í Bandaríkjunum er á þið þurfum bara basically alltaf að skríða eða að fara eitthvað Fyrir 0,5 miljard? No Þetta þýðir ég get aldrei spila golf aftur Ekki nefnum að spila það skríðandi Það er ekki hægt Þú getur staðið og skriðið svo eftir Já, ég myndi helviti mikið nenn að því Þú mátt sko, ef hún kemur til þess að synga þú skriður í stúdíói en svo máttu standa upp og tala en bara alltaf þegar þetta er í stað þess að labba þannig þú gæti spila golf, basically ok Má ég sjá þið skríða þess að það er ekki? Nei Takk einnig það glöggunum Nei, alls ekki Má ég sjá hvernig þú væri ef þú myndir segja já Gerða fyrir mig Ok Já, má ég segja Hvernig er með 0,5 miljard og þetta alltaf Þetta væri veistla Þetta var þetta gegn Ég væri gaman að þessu var Líkuðum að þetta borða Þú ert góður að skríða þann Borga fyrir að yrði bara svona Herðu, ég ætla að taka þetta Í alvörin? Já Vá Hálfur milljardur Ég nenni ekki að fara ársáttíð skríðandi Nei Ég meni ég nú skrið á ásáttíðum áður þannig að fyrst ekki krónu fyrir það Sopnar kannski, ég veit ekki mikið skríðandi Nei, varstu nokkuð skríðandi Þú varst reyndar, það er ásáttíð að fyrirtækjana morgun Rikki Þú varst farin heim fyrir 11 síðast Verður þetta eins núna á morgun? Nei, það var ekkert á því, ég var bara ofpeppaður síðast Ofpeppaður síðast, já Ég held ég neðislega að segja, nei, nenni ekki að skríða allavega sko. En þú segir nei Ég veit Ég ætla að kaupa mér eitthvað geggjað hús og ég ætla að skríði því Maður getur verið skríðandi á snekkjunni sko. Já, reyndar Þú hugsa alltaf snekkjuna Ef einhver á skilur snekkju í þessu lífi þá ertu þú Egil Ég hef aldrei heyrt mann talaði mikið snekkju Ég ætla að nýta tækifæri ég áður fyrir mig í auglýsingar og minna á atvinnumenn nokkar Það er loka þáttur á sunnudaginn og það er Sunna Tsunami og ég get staðfest að þetta er svo manneskja sem ákvað mest skilið að bara ná árangri í lífinu eftir allt sem hún er gengið Heldur hún myndi lemja þig það? Léttilega, alveg og okkur alla Hún er rosaleg, þannig að tekkið á því á sunnudaginn 2010 Sunna Tsunami í loka þættinum atvinnumennum okkar Í tilefni af tónleikum Ed Sheeran á Íslandi í ágúst og 30 ára afmæli FM 957 ætlum við í samstarfi við Icelandair og Sinulife að bjóða heppnum hlustendum á Ed Sheeran tónleika í Madrid sem fara fram á glæsilegum Vanda Metropolitan leikvanginum þann 11. júní næstkomandi. Hitaðu fyrir Ed Sheeran tónleikan á Íslandi, hlustaðu á FM 957 og hringdu inn þegar að lag með Ed Sheeran heyrist. Vertu nummer 9 í röðinni og syngdu fyrir okkur bút úr þínu uppáhaldslægi með Ed Sheeran. Ef þú ert alvöru Ed Sheeran aðdáandi þá ferðu létt með það að komast áfram og skrefi nær vinningnum. Flug, hótel og miða á Ed Sheeran í Madrid. FM 957, Icelandair og Sinulife. Ertu í grenndinni? Nings
Apótekarinn býður 15% afslátt af Voltanen geli í maí. Afslátturinn gildir af 100 og 150 gramma pakningum af Voltanen geli. Apótekarinn, lægra verð. Gott fólk drekkur góðan bjór. 20 handverksbjórar á krana. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. Keiluhöllin kynnir risaslagur í amerískum fótbolta á laugardaginn þegar Reykjavík einherjar taka á móti finnska stórveldinu Kuopio Steelers. Baráttan hefst klukkan 19:00 og 2 fyrir 1 verður á barnum á meðan leik stendur. Allir í höllina og styðjum einherja til sigurs. Keiluhöllin Egilshöll. Þeir eru lendir á Pizza Hut. Wing Street kjúklingavangir í buffalo sósu eða barbecue. Komdu og prófaðu. Pizza Hut Smáralind og Pizza Hut Staðarbergi Hafnarfirði. Gefðu mömmu blóm á mæðradaginn. Fullir blómakælar af fallegum vöndum og afskortnum blómum. Blómaval. Hann kominn aftur eftir áralanga fjarveru. Bíllinn sem sameinar gæði, kraft og glæsileika. Og nú í hybrid útgáfu. Komdu á frumsýningu á nýjum Camry Hybrid á morgun milli klukkan 12 og 16 hjá öllum viðurkenndum söluaðilum okkar á Íslandi. Toyota. Það skiptir engu máli hversu langan tíma námið tekur. Þú sigurvegarinn ef þú klárar námið. Menntastóðir hjá Mimi hefjast í ágúst. Við styðjum þig alla leið í undirbúningsdeildir háskólana. Skráning hafin á mimir.is. Visar hægindastóllinn sem slegið hefur í gegn og Íslendingar elska færðu í Vók. Láttu fara vel þig. Visar fyrir lífsins ljúfu stundir. Vók fyrir heimilið, Síðumúla og Akureyri. Þú átt skilið það besta, Nings og kroppurinn blómstrar. Risa sumarmarkaður í Víkingsheimilinu 11. og 12. maí. Yfir 60 verslanir á staðnum, frábær tilboð og skemmtun fyrir börnin. Sjáumst helgina. Hvernig hljómar Kung Pao kjúklingur eða dumplings í kvöldmatinn? Phoenix, Bíldsöða 12. Skapaðu framtíðina í HR. Það opið fyrir umsóknir til 5. júní. Háskólinn í Reykjavík. Risa tax-free helgi í Hagkaup. Allar snyrtivörur, öll leikföng, allur fatnaður, öll búsáhöld, allar bækur, öll kerti. Hagkaup. Nú færðu alvöru kjúklingabita á Dirty Burger & Ribs. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. What? Sorry, just quickly. What if it's Já, þetta kannski ekkert Creed en þetta eru Medusa og Good Boys með lagið Piece of Your Heart. Ég veit ekki hvað mér finnst þetta lag. Þetta geggjalag blöð. Já, treysti DJ-num Rikka G, hann vil meina að þetta sé geggjalag. Það fílingur í þessu. Það rosalega fílingur í þessu. Rikki kóngurinn. Já, Rikki kóngurinn. Og talandum að Rikki sé kóngurinn, hann ætlar að vera með dagskálið, Steindi átti að vera með okkur í dag. Í fyrsta sinna ætlu að vera með fullan bát í langan tíma. Það klikkaði þannig að Rikki ætlar að taka svona, fyrir utan kannski íslensk slúður og þá þetta svona virtast í dagskálið Steinda og það eru augljósar staðreyndir. Og ég vandaði með ekstra til verka. Meira heldur en hvort myndir frekar og það var geggjað. Já, það voru 2 góður af 3 hefur á hann. Ok, tek það. En 3 af 3 eru mjög góður hérna í dag. Ok, en viltu mistu selfriðsbötan? Sjálfsög, annars er þetta ekki hægt. Ok, finnum hann hérna. Og þú varst mann að segja að þú ætlar að peppa þetta vel. Sjálfsög, þetta er ég að fara að peppa. Og Egill, þú náttúrulega hlærið afsakaði. Egill á að hlæja, ég hef aldrei verið aðdáðandi þess að dagskalið. En Egill, þú verður að hlæja, Egill. Mér finnst þetta ótrúlega fyndið. Ef að þú hlærið ekki, þá er þetta svolítið dögt. Ég hlæði allir sem þið fyndið þér ekki, Erstu tilbúin ekki? Já, ég er klár. Þá kemur Mr. Selfridgein hérna inn. Ó, ég elska hann að betta. Herru, erum við klárið? Djútur hann peppaði maður. Herru, ég er að setja mig í hérna stellingar. Hækka þessu. Það er komið. Ok. Fyrsta augljósa staðurinn dagsins. Fílar kunna ekki á hjólabretti. Þú veist, ef að þeir færa hjólabretti þá myndi það brotna því þeir eru svo þungir. Það myndi bara fara undan. Það myndi bara brotna í tvenn. Þetta er lélegasti hláturinn sem ég heilt svo góðst á það. Já, þessi var þetta ágætt hér. Þetta er að vera svolítið stórt
Sko, ef þú pælir í fíll, ef fíll fer á hjólabretti þá bara liðast það í sundur. Þannig að þeir get ekki verið á hjólabretti. Það er bara svo þú fer á hjólabretti. Ég minn enn áttur á Egil í Tjarnarbíó klukkan 9 í kvöld. Það er uppsett á fyrri sýninguna en það eru nokkri með að lausir klukkan 11. Þetta var ljótt, Rikkir hann er að detta í hrikalegt Það var bara slá og leta strengi þetta. Já, það er það sem við gerum í sem þætti. Við sláum að lesta strengi. Þetta er ástæðan fyrir því ég ætla að droppa allir fyrir þessar milljónir hérna. En við höldum áfram, það er bara, byrju samt bara 3 ár, það er alltaf 5, er þetta bara með 3 ár? Nei, afsaki, ég er með 5. Ok. Ég er með 5. Númer 2. Það eru engar líkur á því að þú breytist í íkorna á morgun. Ég meina pæli, hver eru líkur? Það er engar líkur á þau, sko. Ég meina, þú veist, Egil, þú ert bara hérna, bara vöðvastæltur. Hver eru líkur þegar þú breytist í íkorna á morgun? Það er heldur ólíklegt. Ég meina, hvernig ætti ég að breytast í hann? Blöð, þú veist, það eru engar líkur. Það er mikið á því. Nei, það er engar líkur á því, maður. Herðu, hérna já, þá er það hérna þá er það 3. Ef þú deyrð á eftir þá getur ekki borðað ís á morgun. Það segir sér sjálf. Pældi, ef þú eru náttúrulega að fara í líkhús á morgun þá getur ekki keyptir að setja á lag. Sérastur, það er klarað þetta. Nei, ég ætla ekki að lesa meira. Þetta er skemmtilegt, sko. Gott ef það er ekki alltaf spurning og eitthvað. Þetta er skemmtilegt. Bara, settu bara lag á. Nei, þú ert í stuði, hvað er meina enn? Það liggur ekkert á. Klukkan er 10:06. Egil er búin að skellilhæja fyrstu 2. Skellilhæja, hann er ekki búin að segja orð. Egil, ég talaði við á Red Chili á hann. Ég sagði, ég er mjög stressað fyrir þessu. Sama hvað ég myndi gera, þá myndir þú actually hlæja. Ég lofa að hlæja. Hvað er meina enn? Ok, það kom að spurningu. Það er komið að krumpast blaðið. Hann er hérna á réttu blaðið, hvað mannst þið ekki? Þetta eru 5 Það er komið að spurningu og Blöð, ég set spurningun á þig. Akkurát, eins og Steindi gerir alltaf. Já, horfðu í augun á mér. Já, ég er að horfa. Hver er munurinn á þér og mömmu þinni? Það er slatti. Hún er kona, ég er gall. Já, ekki það sem ég er að leitað. Ég er athyglisjúkur en hún er feiminn. Nei, það er, veist, við getum alveg leikið okkur eins og Steindi gerir alltaf, en ég mun aldrei hitta á rétt, þannig að viltu ekki bara segja mér og hlustunum hver er munurinn á mér og mömmu minni? Mamma þín er með hár. Þessi var góð. Gottu við 50. Nei, settu lag á, ángurins. Ég ætla aldrei að vera með þetta aftur. Gottu, heyrðu ekki allir, hann skellir á. Herðu, hann er ekki sagt orð hérna sem liður byrjaði. Sett á lag núna. Þetta var sem fyndi. Þetta var ekki gott. Gottu meilun. Nei. Sweet but Psycho. Svaðalegt lag. Þessi gæti sig Ava Max og lagið er Sweet but Psycho. Hún er, ég nenni ekki að lýsa þessu. Veistu frá hvaða landi hún er? Svíþjóð. Nei. Ok. Nei. Frá hvaða landi er hún? Hún er frá þínu uppáhaldslandi. Bandaríkjum? Já. Bara þannig. En það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur drengjónum í FM 95 blöð. Áður kveðjum, hvernig er helgin? Við byrjum á Rikkanum. Ég er bara að fara að lýsa núna eftir réttum klukkutíma. Hvaða leik er Richard að fara að lýsa? Herðu, það er Stjarnan HK, Pepsi Max deild Karla. 3 leikir í kvöld. Hún er vel að stað, skemmtileg deildin. Það er ekkert lið með 60 eftir 2 leiki. Það er gaman. Það eru vonandi jöfndeild í þetta sísón. Það var skemmtileg. Stefnir allavega í það. Já, ég með þann leiku eftir. Ég held að þið miður fá Arnar Gunnlaugs skellu eftir. Nei, ég held að Arnar Gunnlaugs ná í stig á móti blikum. Ég sá hann í Sporthúsinu í morgun, hann var rífi játn en hann höndlar eitt tap, sko. Já, þú heldur ekki Arnar Gunnlaugs í kvöld þínum uppátt. Nei, ég kann mjög vel við Gull Átsson. En maður sann spyrja einu eitt, hvað mætið þú marga blika leiki á sumri, 22 leikir? Sko, síðasta sumar var eiginlega besta mæting. Ég mætti þú nánast alla heimaleiki, nánast alla, og sæmileg mæting á útileikina. En sumar undan því var ég slagur. Þá var ég að vinna allt og mikið. Já, við vorum nú nokkuð duglegir síðan sem er ekki. Já, ná máttu vera duglegir. Ég held að þetta ekki einhverja 6 eða 7. Það er mjög gaman á völlin. Sérstaklega þegar það er sun is shining og hvetjum alla til að kíkja á völlin. Það er bara að selja bjóri, svona techno-tjálkóðar í Kópavoginn. Það er náttúrulega að ferja í fjósið og hlýðar enda, það er geggja. Getur fara að fengja rétt jökul. Ég tók með kaldan þessu fjósið daginn. Það er geggja. Þetta er gott. Já, mjög gaman. Hvet alla til að fara á hlýðar enda og sjá all. Það er alveg í að maður, það er svaðalegur. Ég það treka á aður að ég var að heyra það núna að vera ársvartíð á morgun. Ég hafði ekki hugmynd. Kemur okkur Steinda bara. Ég fekk ekki þið memo. Verktakatrúður og aumingi.
Eðlilega var mér ekki búið. Þú ert ekki verktakadrúður og mikið. Þannig að ég veit það ekki að þá. Við steindir að veistlistýra þarna rétt hjá þér, komið svo að pikka þið. Já, ég er að vinna í fyrramálið, en ég man þegar Blöð mann kom að pikka mig upp á Benz leigubíl, svörtum Benz með Hann keyrir líka Benz. Það var stórkostlegt þegar Blöð kom að pikka mig upp heima eins og kóngurinn sem hann er. Já, frábært. Hérna, það er eiginlega bara komið að loka mig hjá okkur. Ég ætla aftur að minna á að það er loka þáttur af atvinnumönnum okkar á sunnudaginn klukkan 20:10, Sunna Tsunami, og þetta er svaðalegu þáttur og já, bara Það er loka þátturinn hjá Blondale. Já, og ég sá hann áðan, hann er sturlaður, bara með betri þáttum eins og hinnir hafa nú allir verið góður. Þannig að tjekkja á því og bara góða helgi, kæru hlustendur. Vonandi Nei, ég ætla ekki að fara að bögga púlarana. Það er lokaum fyrir í ensku á sunnudaginn, þannig að það verður mikil spenna. Liverpool messa á sunnudaginn í Seljakirkju klukkan 11. Já, það verður nokkru sveina þar. En það er öllum að enda þetta á, já, það er, ef þú fílar ekki Frikadór, þá fílar ekki tónlist. Þetta er kóngurinn, Frikadór segir ekki neitt.